Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd. Gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Geggjaði að vera búin að fá þérna, Hlynur. Já. Velkomin í þvottahúsið. Velkomin. Takk ykkur fyrir. Við þurfum að byrja á því að rétt að kynna styrtar aðeilan okkar. Já, ég hlakka bara til. Það altså gott CBD. Okay. Og gott CBD betra en margt CBD. Það svoleiðis. Það svoleiðis. Og þannig að ég með eina litla sög, má ég skjóta hana, svo skal ég halda kjafti. Já. Varðandi CBD. Þetta er þitt podcast, sko. Já, en svo gef ég þér orðið. Ég veit þú getur talað. Já. Sko, ég er með svo mikla ofurtrú á CBD-inu, sko. Og bara í alls konar formi, hvað þessi te eða olía eða krem eða hvernig sem það er. Og eitt skipti, ég var bara að muna þetta aðan, þá mér var að klæða svo í raskatið. Okay. Og ég var alveg bara, viðþorslaus, sérstaklega á kvöldin, sko. Þú náttúrulega hefur upplifað njálgin áður. Já, en þetta var svona aðeins þetta var svona snemma í prósessnum, hvað það var þar. Og ég hugsaði bara, ég hlýt að vera með eczem eða psoriasis. Þannig að ég fer eitthvað á neti og googla eitthvað svona eczem og psoriasis í rassinu, sko. Og finn bara bæði til. Þannig að ég með þessa ofurtrú á CBD-inu fer út í apótek. Okay. Og ég stend frammi fyrir Sibdol sem altså þetta CBD-produkt sem gott CBD með og þar get ég bara valið annarkot psoriasis eða eczem, þannig ég þarf að velja hvort ég með í rassinum. Ekki vitandi það rauninni hvort ég sé með eczem eða psoriasis eða bara ekki neitt. Okay. Þannig að ég tók eczem-kremið og mér fannst það bara einhvern veginn hljóma betur og fer heim og reyni þetta og þetta virkar ekki neitt. Og það kom svo bara í ljós að ég var með njálg. Ok, frábær saga. Málið að Hlynur, ég vinn með börnum, sko. Já. Og litlum börnum, inn á leikskóla og grunnskóla upp í 10. bekk. Ok. Og þau eru alltaf að smita mig með njálg, sko. Eða svona 3 mánaða fresti, þá fæ ég njálg. Og þetta ákveðnum tímapunkti, þá hugsaði ég bara, fuck it, ég ætla bara að skila skömminu. Ég fór bara að tala þetta. Já. Og ég fór að skoða þetta og rýna þetta og ég skrifa pistla þetta meira sér líka. Og núna ég með bara í gáttinni, ég bara með svona, ég ekki með það reynda núna, ég oftast með það bara, ég með 100 mg Vermox bara í gáttinni, alltaf. Og ég ætla að segja með það, já. Þetta var bara sann. Nei, það var eitthvað annað. Þetta var CBD-saga, sko, í upphafi. Þetta var kynningin, þetta var frábær kynning. Já, en svo virkaði CBD ekki en það var komið eitthvað Vermox. Nei, ég með þetta eczem-dót, sko. Þú varst að tala strákur með kulda-eczem. Já, hérna. Ég láti þig bara að fá kremið. Já, ekki Vermoxin. Nei, ekki Vermoxin. En hefði, já, ok, það var eitthvað annað, það bara datt úr mig, það kemur kannski seinna. Ok. Já. En glæslegt. Já, geggjað, nú búin að koma því frá mér. Hlynur, geggjað að fá þig. Já. Takk fyrir að fá mig. Já, sko, þú hefur verið mjög áberandi, allavega á mínum samfélagsmiðli. Já. Og gegnum það von. Já. Og ég vissi ekkert hver þú varst, sko, fyrir að ég bara sá þig poppa hann allt inn upp. Og til hamingju með daginn í gær, bæði þú. Já, takk fyrir það. Ég trúi 2 ár. Já, það passar. Einmitt. Já. Þannig að, viltu byrja á því að fara svona eitthvað aðeins yfir það? Bara hver Hlynur bara hvar áður við förum í, sko, hvar þú varst fyrir 2 árum og 1 degi síðan. Já. Hver erst í dag? Vá, þú veist, þetta er, ef ég á að summaræsa hver ég held ég sé fyrst og fremst bara maður sem er í bataferli og er að gera sitt besta og er að reyna að láta gott að mig leiða og standa mig í stikkinu og í lífinu og vera samkvæmur sjálfur mér, heiðarlegur, einlægur. Já, ég held svona í grunninn, þú veist, þá bara sé ég maður með drauma, þú veist, mér hefur alltaf langað til að skara fram úr. Ég hef svona mikla þörf fyrir að þú veist, ef ég væri íþróttamaður, sem ég en þú veist, ef ég ætti að segja, þú veist, þá væri ég svona gæinn sem var geðveikt tapsár og langaði geðveikt að vera bestur. Svona keppnisskapur. Já, og ég held að
og ef ég, þegar ég rek í raun og veru söguna mína þá er þetta alltaf áberandi í öllu því sem ég geri sko. Og ég geti rakið í raun og veru bara byrjun á mínum sko, erfiðleikum til svona þó nokkra þáttar sko, sem að ef við förum bara beint í það sagan mín í raun og veru þannig ég barn sem að á auðvelt með að læra ég bara 3 ára meðalgrind 6 ára gamall flytti til Luxemburgar læri þar luxemburgisku, þýsku, frönsku og kann þar fyrir íslensku og ensku þannig að svona 7-8 ára gamall þá ég altalandi á 5 tungumálum ég náttúrulega útlendingur úti, ég fer bara í einfaldan skóla og ég fer bara í bara venjulegt nám þar setti niður bekk, ég kem út 7 ára. Varst það eitthvað svona diplomatabarn eða eitthvað? Nei, mamma mín var bara fór og vann í banka í Luxemburg og bara bara tók svona góðan séns og fór þarna út og ég var eftir í 1 ár hjá afa og ömmu og meðan hún bjóð sér til líf sem hún gæti í raun og veru tekið á móti mér. Við vorum við vorum fátæk í raun og mamma fór út og leita að betra lífi og svo sannarlega fann það og ég flytti þess út til hennar seinna meir og framlíða stundir við komum heim aftur 5 árum seinna og þá ég svona gæinn sem tala með þýskum hreim svona 11 ára krakkin sem að ég svona öðruvísi ég búið með alla starffræði fyrir 16 ára börn 11 ára gamall ég langt á undan og alinn upp úti í skólakerfinu upp við mikinn aga ægin var bara þannig að þú skiljaðir ekki heimaritinn þá var þetta svona eins og Bart Simpson þá varstu bara að sitja inni og skrifa upp á töflum 1000 orð það var bara ægi þú bara gerði það sem þú ættir að gera og þegar ég kem heim uppgötvaði það að íslenska skólakerfi var svo sannarlega ekki þannig ég gæti bara gert hvað sem kennarinn höfði engin völd, þeim mátti ekki gera neitt og ég gæti bara gert það sem ég vildi Fannst þér eins og það væri búið að vera eitthvað svona tjóðraði niður þessi ár það núti þá eftir á litið skilur ég þrefst betur í aga ég þrefst betur í að hafa mjög harða rútínu svo í hernum bara já, raun sko og ég meina þar var skólinn fyrir 6 ára krakka var bara frá 8 á morgnana til 4 á daginn þú bara allan tíman í skólan þú bara læra þú bara í starffræði, þýsku, eðlisfræði efnafræði skilur, þú bara 6 ára gamall það rosalega já, en ég meina, en það náttúrulega þetta bara svo ólíkt menntakerfi þar ertu látin velja sko þegar þú ert búið með 5. bekk þá sko sett í sko hæðstu nemendurnir svo milli og svo bara fólk sem að fara að vinna við bara ræstingar og bara svona sem að fá bara svona verklega kennslu á svona alls konar og bóklega bara alveg það er alltaf galið sko rosa ungt, rosa fljótir að byrja að sérgreina sko hverjir að fara hvert og ég náttúrulega fór aldrei í það, ég náttúrulega kom bara heim mér var strítt, ég lenti í einelti, ég var ástfangin af einhverju stelpu samt ástaljóð og var hafnað og niðurlægður og ég var bara allt öðruvísi. Í hvaða skóla varstu? Ég fór í Hvassaleiti skóla. Hvaða ár gerðu þú? 89. Já, og ég var rosa skotin í stelpu og ég samdi til hennar ástaljóð og svo fannst kennarinn það svo krúttlegt að hún las það upp fyrir allan bekkin sko. Og það var bara hlegið að þessum skrýtna gaur frá útlöndum sko. Ég var bara furðulegur og svo fyndið þegar ég rek þetta það er ástæða fyrir ég að reka þetta það er vegna þess að síðar meir þetta eru svona defining moments sem ég eftir á litið að þegar við erum ung þá verið að móta okkur og svona ég upplifði mikla höfnun, mikla niðurlægingu við það sína tilfinningar ég var mjúkur, ég var kærleiksríkur, rómantískur og svo fer ég að vinna svo flytjum við nokkru sinnum og ég fer í Vogaskóla lendi svolítið í svona einhverju vesenni þar og svo flytjum við í sveit í Hrútafjörð fer í Laugabakkaskóla og fer í klukkutíma ferðalag fram og tilbaka á morgnana og svo á kvöldin það var 1,5 tími bara að keyra í skólan sko, og svo 1,5 seinni daginn þar voru svona gamlar karllægar hugmyndir svona
maðurinn vinnur, þú veist, hann er svona kallinn, hann sér útiverkin og konan hún er bara inn að baka eða þrífa eða eitthvað svona alls, svona það sem við myndum kannski kalla í dag þetta svona toxic masculinity, þú veist, það er svona rosa kynjaskipt hlutverk í lífinu. Þetta er frekar old school. Já, þetta er svona old school, já. Og ég verandi búin að upplifa þessa höfnun fyrir það að vera svona mjúkur, tilfinningaríkur og með mikla tjáningu. Og það fer svona að sjá, sko, þú veist, hvernig átti að vera kallmaður, sko. Og þá svona, þú veist, og kallmenn voru bara svona harðir, þeir skrúðu í sundur bíla og traktora og fóru upp á lyftuhlutum, þú veist, og svona alls konar, þú veist, svona hugmyndir sem ég fæ svo horfið maður á Arnold Schwarzenegger og Rambo og, þú veist, og svona töffara bíómyndir og eitthvað svona. Og ég held að allt þetta, þú veist, fyrir ungan, sko, viðkvæman strák, að það hafi svona umhverfi haft mjög mótnandi áhrif síðar meir. Ég skora, ég fer að lifta þegar ég fer framhaldsskólann á Sauðárkrók og ég finn mig svolítið Það var góð með 10. bekk þá. og fer svolítið svona að lifta í framhaldsskóla og þú veist, ég tek mjög afgerandi afstöðu, ég aldrei drukki áfengi og vildi ekki drekka áfengi og þannig er ég strax bara, þú veist, það er alkoholismi í minni ætt og ég tek mjög afgerandi hrokafulla afstöðu gegn alkoholistum. Alkoholistur voru bara aumingjar og alkohóli og alkohóli, þú veist, þetta var bara og ég var svona, þegar MSN var þá var ég svona gæinn alcohol has helped ugly people getting laid since the 1800s þú veist, bara, þú veist, ég var bara hrokafullur gagnvart þessu, mér fannst áfengi maður ætti ekki að þurfa áfengi til þess að skemmta sér og ég hef alltaf verið fyrir eitthvað svona flippaður, opinn, búin að fara í gegnum marga skóla, fljótur að lesa hver hvað, hvernig ég þarf að vera til þess að vera samþyktur en kannski ekki endilega alltaf með að hreinu hver ég var en ég var rosa fljótur að fitta inn af því að ég þurfti alltaf fljótur að læra sko hver ég þurfti að vera til þess að vera samþyktur ég tek afgjörandi afstöðu gegn alkohóli en byrja að lifta þarna á Hvað ætli valdi því? af því að ég bara, amma mín er bara alkoholisti og hún er alveg mjög hlægilegur alkoholisti og hún er ennþá full í dag sko Já, þannig að þú er inni, þú sérður inni hvað alkoholismi er já. og þú finnur inni áhrifin af alkoholismi. Já, sko, ég er með tattu hérna, stendur hérna, weakness is a choice og þetta var svona tilengað, eða svona ekki tilengað en svona pælingin á baku hérna að ef ég myndi setja áfengan drykk fyrir framan ömmu mína þá var rökkraðan ef þið langar ekki að drekka þetta þá bara drekkur þið ekki þetta er ekki flókið þú veist, það bara ger og amma náttúrulega sagði bara mér, nei, þetta virkar ekki svona þetta virkar ekki svona og veist, ég bara ef þú virkilega vilt ekki drekka þetta, þá bara drekkur þetta ekki og ég skildi þetta ekki og síðar meir fekk ég að kynnast því skilur og ég þurfti svolítið að éta ofan í mig þetta, en þetta var mjög hard debate skilur, mér fannst hún bara viljalaus veistu hvað, þú bara raunur ekki vilja nógu mikið vera edrú á þessu tímapunkti af Powerless er að kalla já, og minna, þannig bara mín afstaða er lituð af skilningsleysi af vanþekkingu, ég hafði aldrei drukkið áfengi, hvað er ég að segja fólki hvernig áfengisneysla, hvernig það virkar ég hafði bara aldrei prófað áfengi, þannig hvað er ég að tjá mig skilur, en ég hafði þessa sterku skoðun liftingarnar, veist þá byrjaði ég svolítið svona að finna fyrir svona ég var ekki sterkur, ég var ekki stóra, veist, ég er stór í dag þú veist, en þegar ég var ungur þá var ég var seinþroska og hérna ég var ekki massaður eða þú veist, ég var ekki sterkur ég var bara svona meðal skilur þú veist, maður tók 60 kíló í bekk skilur þú veist, alveg að drulla á sig sko og ég fekk einhverja svona dellu fyrir þessu og pabbi mér var fljótur að spotta sko, skoraði á mig sko í veist, að við skildum æfa saman og ég hafði alltaf þráð svolítið svona samþykki föður míns Bjugguðu þið saman, mamma henn Nei. Og ég svona þráði alltaf hans viðurkenningu og hans ást og svona, þú veist, ég þráði hana á minn hátt ég vildi hann elskaði mig eins og ég var með ákveðnar hugmyndir það hvernig hann ætti að elska mig og hann alltaf elskaði mig bara eins og hann elskaði mig mamma mín og pabbi mín mjög ólík með mjög ólíkar áherslur og ég var alltaf að reyna að lesa hver ég þurfti að vera til þess að þú veist hver ég held að þau vildi að ég væri
það var ekkert endilega eitthvað sem þau sögðu heldur bara eitthvað sem ég gaf mér sem einhverja forsendur og svo er ég að reyna svo er ég alltaf svo mikið að reyna og svo kannski var eitthvað sagt og ég tók því illa að ég var viðkvæmur og Þessi ég reynir bara höfnu. já, ég tók því þannig þótt að hafi kannski ekkert endilega verið mynd og ég var náttúrulega rosalega hafnum ég vissi náttúrulega ekkert hver ég var og ég var alltaf að reyna að þóknast öllum þú veist, og ég bara, þú veist, í raun og veru þú veist, það var aldrei neitt nógu gott þú veist, því að ég gat ekki verið ég, að ég vissi ekki hver ég var Það er svo sjálfið, sko, það hefur ekki sýnt sig. já, akkurat og ég í raun og veru, sko, við þurfum að keppa í fitness og þurfum í svona ice fitness við veit ekki hvort þið muni eftir því það er svona fullorðins skólaristis útgáfa það er svona ykkur upphýfingar og dýfur og ferði gegnum svona þraut ég og hann keppti með því þannig ég aldrei Var þú á pabbiðin? já, ég og pabbi Voru þau svona teimi, voru þau svona nei, bólhlaup eða eitthvað svoleiðis, eða? við vorum að keppa á móti hverjum öðrum sko. ég ætla sko að sína honum í tvo heimana sko. Já, ok. og svona heilbrigð keppni og og ég nýti alltaf tækifæri þegar ég kem fram opinberlega og segi ég vann hann bara svo það séu á hreinu en ég fekk einhverja svona þráhyggju það var top 6 fór í úrslit og ég var í 7. sæti ég var rosa tapsár þetta var rosalega erfitt ég sendi mótshöldurunum eitthvað rosa ljót bréf alveg bara sagði þeim að þau vissu ekkert um að vera að láta einhverja feitapollu fram fyrir mig skilur og ég var alveg bara að missa mig sko. og sko Hvað gekk eiginlega til? Ég var bara svo reiður yfir að ég var köttaður en ekki kjötaður hann var kjötaður en ekki köttaður og mér fannst að fitness ætti ekki að snúast það að vera bara veist, fattar ég var bara mínar hugmyndur hvernig átt að dæmynda voru bara öðruvís en þeirra Já, sko, í botnagrunin þá bara meika þær ekki að tapa. já, bara algjörlega höfnun og þessi höfnun fór með mig þannig að ég fekk svona hálfgerða svona þráhyggju fyrir að ætla að sanna mig ég ætlaði svona, þú veist ég ætlaði að taka þetta sko og to the next level sko. Þú ert nú reynda búin að vera þar áður, sko. já, algjörlega Þannig að þetta heldur á, þetta vex. já, þetta vex og ég málaði þannig er ég samt ekki byrjar í neinum hugbreytandi efnum þú veist, ég er ekki komin í, veist, ég er bara að drekka prótein, venjulegt prótein og bara einhver pre-workout sko. og svo er ég veist, ég er 19-20 ára gamall þegar ég prófa að stera sem ég var búin að segja ég myndi sko aldrei gera þetta væri, og ég sagði það alveg í póstinum þannig að til mótsaldan þetta væri nú bara allt helvíti stera kúkalabbar og eitthvað, ég var bara mjög leðilegur og og svo prófaði ég stera og þá eins og mjög margir með áfengi tala að einhver himnar opnast og það verður einhver svona algjör þú veist, upplifun það var ekki alveg þannig en allt í einu gat ég staðið með sjálfum mér Altså með sterun. já, allt í einu fekk ég smá meira sjálfstraust það að ég geti bara verið ég En af hverju, hvað gerist? Hvað gerist þegar þú tekur sterun? þeir eru hugbreytandi veist, og hugbreytandi áhrifin eru þau að ég fæ meira ego ég fer að líta stærra á sjálfa mig Það eru áhrifin sem testosterón er að gefa. sem ég upplifi það er alls ekki allir sem upplifa þetta það er náttúrulega bara varies bara fólk er bara mjög misjafnt hvernig Ég hef ekki heyrt þessa nálgun áður. nei, en ég í raun og veru þú veist, ég kalli þetta í raun og veru sko, ég var með minnimáttakennd sterar fixuðu það þú veist tímabundið allt í einu og svo fer sko þetta fer bara strax að þróast bara strax í einhver svona öfga ég nota stera ekki eins og aðrir sko. ég fer að nota miklu meira en aðrir ég fer miklu öfgafyllra ég var tilbúin að ganga miklu lengra en allir aðrir ég var að keppa oft, ég var að keppa hratt og ég var að keppa mikið Also í hverju þá? Í fitness, Í fitness, já, vaxtarrækt Er það vaxtarrækt upp á sviði í Speedos? já, ok, en það er ekki svona kraftakeppni, það er bara eitthvað bara... Nei, það er bara lúk, þú veist, ég raunur í svelti ástandi og svo á pullandi sterakeislu. þetta ekki algjör steypa? Sko, þetta var samt eiginlega það eina góða sem var að gerast í mínu lífi og það er svolítið svona, þú veist, auðvitað er þetta jaðarsport og þú veist, en
á þessum tíma skilur þú lendi í kreppunni, ég lendi í og svo, þú veist, lendi í alls konar þú veist, þunglindi og svona þú veist, fjármálin fari í steik og þú veist, og þetta var svona eiginlega einhvern veginn, ég var atvinnulaus þú veist, og þetta var svona eiginlega eina sem ég var að gera þú veist, þannig að fitnessi var svona eina sem ég gætt haldið egoinu mínu á þú veist, og ég raun og veru sko En þú varst ekki byrjað að drekka hana? Nei, ég prófaði eitthvað 21, 2, þú veist, prófaði eitthvað að drekka og drakk í nokkuð skipti og mér fannst það bara glata, sko. Mér langaði ekkert að vera heimskur, þú veist, ég upplifði ekki þörf, þú veist, ég á mjög auðvelt með að tala, mjög auðvelt með að approacha fólk, þú veist, ég þurfti að kynna svo mikið af fólki í gegnum tíðina, skilu, að mér finnst það bara ekkert, þú veist, en í raun og veru á erfiðara með að fylgja þeim eftir tengingunum, þú veist, ég mjög fljótur í svona quick talkinu en svo farin. Já, svo líður aldrei, ég meina, flutti aldrei, stoppaði hvergi lengur en 5 ár, sko. Þannig að, ég meina, þú veist, þannig ég í raun og veru alltaf búin að refressa allt fólki í kringum mig á 2 til 5 ára fresti, sko, það er bara allt lífið, sko. Og og já, en þessi sterarnir, þeir verða svona ákveð fix og svo framlíða stundir þá prófa ég amfetamin til þess að kötta fyrir mót sem alls ekkert mælt með og það ekkert fólk. En var það bara ásetningun þá? Já, hver ákvörðun á bakvið það, sko? Þú var bara að lesa mjög vel til í sterana og veist nákvæmlega hvað. Já, og ég meina, ég var náttúrulega ekki í neinni neyslu. Fólk var strax búið að sjá persónubreytinguna, fólk var strax búið að sjá að ég var hann hrókafyllir í leiðilegri, skapstikkari, aggressívari. Var þetta þú varst að skrifa pistla og svona inn á menn og sko, var þetta þá? Var það eftir það? Ertu að tala þegar ég kallaði íslenska konur lauslátar? Ég maður eitthvað svona posti, sko. Hvaða ár var þetta? Eftir 2012 eða eitthvað. Já, er þetta ekki sama tímabil? Jú. En þarna, sko, þarna var maður undir áhrifum gils. Ég kallar þetta gils áhrifin, sko. En þú varst ábyrjandi í umræðinu þá? Já, sko, það var samt bara, við skulum alveg byrja á byrjunni, ég skrifaði status á Facebooki mitt. menn.is menn.is tók það og byrtu með mínu leyfi og ég meina, þarna var, skilur, þú veist, ég byrjaði aðeins að fá mér að einhverjum efnum og út úr steraðar, skilur, og þú veist, og var kannski bara ekki, þú veist, ég var ekki, mér veist, þetta bara fyndið, skilur, þú veist, ég var eitthvað að gefa í skina, þú veist, að date-menningin á Íslandi væri þesslegs að konur stjórnuð og ég setti upp svona alls konar myndlíkingar það að það væri nú ekki gaman að veiða ef að fiskurinn hoppaði upp í bátinn og gaf í skyn að þú ætlaði að fara að skjóta dádýr, skilur, og hreindýr ef að hreindýri myndi labba á veginn, skilur, þú búin að kaupa Toyota Land Cruiser og byssu og þú ert alveg hefi spenntur að fara að veiða, skilur, og dádýri kemur bara á veginn, það er ekkert gaman að skjóta það þar. Og ég gaf svona, ég kom með svona alls konar myndli og ég meina, ég fannst því bara fyndi. En maður spyrja einu, svo getur þú hoppað tilbaka, hvernig brugðust konur við þessu? Það var brjálar, sko. Já, en voru það nokkrar sem voru brjálar eða var þetta bara, því að hefði þetta komið í dag, þá hefði bara mótmæli í gangi, sko. Já, sko, ég var náttúrulega mjög áberandi, ég var búin að vera í séð og heyrt og ég var svona fitnessgaur með flotta skvísu og þú veist, ég var svona ákveðin karakter, skilur og það að ég skildi voga mér að segja þetta. En málega það að pointið í pistlinum var að konur stjórnuðu því, ég bent á svona með að Icelandair var að auglýsa come to Iceland for a one night stand, skilur, það voru svona alls konar element í gangi þarna á þessum tíma og þessum stað sem að hvað maður búið að breytast með. Já, og þá var eitthvað og svo að vera að tala það var engin deitmenning á Íslandi og ég var í að því að það væri konan sem styrði því hvort það væri deitmenning, af því að kallmenn myndu bara gera það sem þyrfti og veist, það var pointið sem ég setti svo upp með mjög ögrandi hætti með myndlíking og eitthvað, það var náttúrulega ákveðin hópur af konum sem var brjálaðir. Er þetta bara að fylgja þér? Já, og ég meina, ég var kallað konuhatari og síðan þá, það hefði bara verið konuhatari og það er bara ákveðin hópur af konum sem bara hatar mig og bara alveg sama hvað, sko, þú bara hata mig. En þú getur huggaði veit, ég vissi ekkert hver þú varst nema bara fyrir kannski svona árið síðan, sko. Já, það sem er bara mjög huggaði. Það er mjög jákvæmt. Þú ert ekki kona. Nei, ég er ekki kona. En sko, málið það, ég náttúrulega baðast afsökunar bara á þessu, skilur bara strax. Ég sagði bara, þú veist, hey,
þetta var bara grín, skilur, þú veist, ég var nýkomin út úr sambandi og var strax eitthvað byrjar að hitta eitthvað stelpur og það, þú veist, ég upplifði í raun og veru það var easy að fá að ríða, þú veist, og það var, þú veist, á þessi tímabili, þú veist, og mér fannst það svo skrítið að því ég hafði náttúrulega alltaf verið í samböndum, þú veist, og var ekkert búin að vera á date menningu og þú veist, það að segja Jackie Netflix, skilur, og það skildi virka, var bara svona, what? Þú veist, ég var bara undrandi og ég skrif hennan pistil svona í öllum þessum tilfinningum og ég náttúrulega sá eftir því það var náttúrulega ekki mín meining að líka konu við dádýr, skilur, eða fisk eða whatever, skilur, pælingi var alltaf svo að ég hélt því fram að konur stýrðu því hvort það væri datemenning að því að kallmenn í raun og veru, þú veist, og það var debate líka af hverju eiga kallmenn frekar að fara eftir konum og af hverju ekki öfugt, þú veist, af hverju eiga konur ekki að fara eftir köllum og þú veist þetta ekki bara viðhorfin sem voru, ég meina, hefur ekki bara breyst veistu það, skilur, ég meina svona, hugsa ekki bara menn svona í alveg ég ætti ekki að tala, sko, máli, ég gerði mjög stór mistök þarna, ég alhæfði fyrir hönd kalla, veist, ég get talað um mig, ég get ekki talað fyrir neitt annan og ég, veist, á þessum tíma meint ekki slæmt með þessu, þú veist, það var ekkert mitt að niðra eða að gera lítið úr og það kom fullt af konum sem sagði, ég meina, kallmenn ekkert skári, pistillinn snerist bara ekkert kallmenn, þú veist, kallmenn eru væntanlega bara alveg jafn lauslátir og konur, það var ekkert, þú veist, pistillinn snerist bara þetta og að sjálfsögðu undir ákveðinu áhrifum gils og eitthvað svona alls konar stælar í kallinum, skilur, sem ég fekk svo bara á baukinn fyrir, þú veist, og ég meni, ég baðist bara afsökunar að það samt ennþá fullt af fólki sem heldur þessu gegn, sko, og það bara allt í lagi, þú veist, bara ef að fólk vill það, þá er það bara þeirra, skilur, en ég meina, ég yðræðist og baðist afsökunar og hérna, og ég meina, ég bara lærið af þessu, framlega stundir, þú veist, þá, veist, allt í einu var ég líka orðin eitthvað svona, þú veist, ég sett út á það að hérna, free the nipple, það sem hafa verið að hvetja, það var svona múæsingur í gangi og að free the nipple í gegnum samfélagsmiðla, það sem að fólk var að posta ákveðnum myndum inn á samfélagsmiðlana sem að eignast þær og hefur vald til að gera hvað sem við þær og svo á sama tíma voru mikið að stelpum undir 18 ára að taka þátt í þessu og ég benti á mig, fyndist þessi aðferðafræði til að gera þetta röng. Og það var náttúrulega bara allt brjálað, það var undirstrikað Hvaða ár var þetta? Þetta 2014? Já. Og ég náttúrulega, mín meining var í raun og veru ekkert það að konur mætti ekki ganga jafnt og menn bera ofan. En aðferðafræðin við það að hvetja og búti svona ákveðnum múgæsingin á samfélagsmiðlum yfir því að posta þessu myndum inn á interneti. Svo náttúrulega eins og ég sagði, þá kom pakkin á deildu.net þar sem að menn gáttu svo downloada þessum myndum, skilur og þá var náttúrulega, þú veist, þá var allir sjokki en ég meina, samt fannst mér þetta bara svo augljós afleiðing af því sem var að gerast og ekki það að það sé rétt, skilur en þetta er samt bara svona einhvern veginn, mér fannst þetta svona þú breytir ekki viðhorfinu hjá stórum hluti kallmanna með því að spamma þeim með gervistum, skilur ég meina, ég get skilið að þannig en það var mitt point og það var ég undirstrikar konuhatari af því ég var náttúrulega bara að berjast gegn konum og sem var alls ekki raunin og svo mér er alveg sama þótt að konum labbi bera ofan, það bara breytir mínu lífi bara ekki neitt, skilur og hérna ef að konur vilja það, þá er það bara frábært en aðferðafræðin þarna á þessum tímapunkti þá fannst mér þetta svona sting í stúf, skilur við að þú getur svo, ef ég downloada svo á deildu.net þá getur þú samt sendt lögregluna á mig og ég er handtekinn með barnaklám það er alveg rétt, það er valið punktur og ég er bara svona, þetta meikar ekki sens, skilur þú veist, annarkvort ætlar að titlita barnaklám eða þú ætlar að titlita free the nipple, skilur en ég meina þá getur líka ekki refsað mönnum fyrir að vera með þetta í sínum fórum. Þetta fríða nippuldæmi, var þetta ekki mjög svona skamlift? Mér rámaður í þetta. Það byrjaði sko, hver var aftur undirskriftin að þessu? Fríða nippul? Ég átta mig náttúrulega á því að það er bara svona að vera, þetta er bara svona awareness campaign þannig skilur í rauninni sko.
Ég veit ekki þetta, bara ekki neitt en ég var fósast í eitthvað útvarsviðtal en þú tjáðu þig samt þú deilir samt á hverju varst ekki bara í afstöðuleysinu? Ég segi það, það er þú verður þú að vera að predika Frida Ringból já, eftir ekki að taka afstöðu, þú getur tekið afstöðu en þú virðist þurfa blastinni já, nei, ég blasta hann nefnilega ekki ég sett hann bara á mitt Facebook það er nett blast að þú ert eitthvað búin að vera bara eitthvað að pósa fram og séð og heyrti ykkur á það er blast því þá ertu orðin svona public figure já, ég leit aldrei á mig sem public figure þegar þú bara með 1000 vin á Facebook skilur eða undir það þá finnst mér bara einhvern veginn eins og Facebook ég sé bara ekki public figure það er bara cozy já, það er bara eitthvað þannig að ég áleit mig ekkit mér finnst mitt áleit eða mín skoðun ekkit meira eða minna verið en þín skoðun en ég meina ég hlýt að hafa rétt á minni skoðun og hef rétt á að tjá hana bara líkt og allir aðrir ég tel mig ekkit hafa eitthvað meira vægi og það er kannski það sem að hefur háð mér oft það er það að ég tel mig bara vera bara þessi ég bara þú veist ekkit eitthvað merkilegur eða minna merkilegur heldur en einhver annar en mitt vægi fólki hefur oftar verið ekki verið sama hvað ég segi og svona oft þegar ég hef sagt eitthvað þá hefur það einhvern veginn bara orðið að einhverju risa dæmi og fjölskyldinu minni til mikil sama skilur því að fjölskylda mín líður í hver skipti sem ég er alltaf inn bara kallaðir einhver fucking ljótum nöfnum skilur þá er mamma mín bara að skrolla í gegnum en það grátandi skilur það er engin að spá og ég meina vissulega hefði ég mátt orða hlutinu Pétur vissulega en ég meina réttlætti það bara að ég var kallaður konuhatari, ég var kallaður nauðgari, ég var kallaður alls konar ljótum nöfnum skilur sem að áttu bara alls ekkert við. En tengist þetta ekki bara því og ég þekki alveg þessa tilfinningu þú sagðir þetta áðan að skara fram úr og það er góðu vinur minn sem ég tala mikið við hann segir við mig bara Gunni hvað sem þú ert bara verður hvorki meiri en ég minni og þetta bara fyrir mér, ef það er eitthvað sem ég þarf að tilenga mér þá er það þetta því að ég með skoðanir mínar að blasta þeim í einhverjum pislum eða einhverju drasli ég tengi alveg þetta, ég geri það og ég hef oft verið hársbreitt frá því að koma mér í alls konar vandræði því ég virðist hafa þessa tilhneigingu til þess að standa einhvern veginn einn upp á hól og skara fram úr öðrum vita betur en ég held samt að mitt snúast ekkert endilega það ég viti betur það er bara málið ég tel mig ekkert vita betur en ég meina að ég bara koma með mína sín eða mitt sjónarhorn eða bara mína skoðun á einhverju ég meina það er svo kannski einhver vinkill sem að fólk vil skoða eða ekki maður það líka að vera tilbúin til að bera bara afleiðingarnar af því og þú virðist vera það í dag ég var mikið fórnarlamb á tímum og þetta fór alveg mín neysla fer þarna í gang á þessu tímabili þar sem allt þetta er í gangi höldum áfram með hana og hérna ég er að keppa þarna mjög ört og ég er alltaf að sækjast eftir meiri árangri og ég er alltaf tilbúin að fara aðeins lengra og ég er alltaf að fara lengra og lengra og ég meina þú tekur alkoholista söguna þá ljómar þetta bara mjög líkt og fólki sem var komið í áfengisneyslu og komið aðeins lengra og svo fara að nota ykkur efni til þess að stjórna neyslunni sinni og eitthvað bla 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 og þetta er í rauninu bara hjá mér að því ég var ekki í vímuefnaneyslu fram til þarna þá var ég ekki í neyslu en varst það samt sem áður akkurat, ég var í steraneyslu og hérna en þegar fólk approachaði mig þá sagði ég bara, heyrðu, ég er bara íþróttamaður ég er bara að stunda sport skilur þú það er ekkert óheilbrigð þetta er bara það sem allir gera skilur það er bara eitthvað svona hugmynd sem bara hylur bara raunverulega ég var bara alls ekki tilbúin að takast á við það ég væri bara vaðandi í villu ég fer að nota þetta amfetamín og það byrjar bara sem heilki á mótnana út í kaffið svo bara kardió og það er raun og veru ok, ef ég er með athyglisbrest og ADHD sem mjög margir vilja meina ég er ekkert alveg sammála en hérna, ef svo er þá var þetta svona self-medicating ég var allt í einu fór ég að Wikipedia og sat í viku að lesa um taugaboðefna búskapinn og hvernig hann virkar og af hverju þetta efni losa þessi
þessi efni og af hverju þessi efni gera þetta og hvað, allt í hennu var ég bara orðin einhver bara gúrú bara í einhverju taugalíffræði skilur bara og með því gat ég náttúrulega réttlætt alls konar því ég hafði svo mikið skilning á því sem ég var að gera. Já og í amfetamín-neyslu þá aðlagastu getu og hæfni til þess að geta lesið. Já og ég held ég bara, ég var bara beintengdur en þetta fer bara mjög fljótt úr böndunum. Á þessum tíma ég líka búin að vera til þess að hafa það með ég var búin að vera að rækta gras ég var búin að vera að selja ég var búin að vera að fjármagna mitt líf út af því ég lendi í kreppunni fæ ekki vinnu félög, ég var í einhverju píramítadæmi einhverju svona network marketing og mér gekk mjög vel í því ég var næst bestur í heiminum í fyrirtækinu sem ég var í og var flogið til Berlín og tilbaka og til Budapest og ég stóð upp á sviði með íslenska fánan og var að gera svona alls konar hluti áður en ég fer í neyslu á vímuefnum en peningarnir byrja að koma þetta verður erfitt félög lokar á mig vinnumálastofnun sendi mér reikningu på 1,7 bara herðu, þú ert í vinnu af því þá var ég búin að vera að blasta á Facebook og sjáu hvað Facebook Facebook vandamáli mitt en ég var búin að vera að setja inn skilur tilbúin að hjálpa 3 mönnum til þess að fá 300 skall aukalega á mánuði og eitthvað búin að búa til einhver ensk vídeo eitthvað láta þess að ég væri kallinn fór upp á Arnarnes tók myndir af mig fyrir utan flott hús að þykist eitthvað milljón að maður bara svona bara gera eitthvað svona og var að selja þetta og fake it until you make it og þessi vídeo ennþá til inn á netinu mjög fyndin eftir og lítið og en ég tekin hann alveg í bakaríða vinnumálstofnun ég var náttúrulega ekki að þéna neitt þetta var bara allt sjó ég var að selja bara þetta svo Herbalife þeir sem kaupa sín í Herbalife koma oftast út í mínus skilur nema sem bara mjög duglegir að selja vörurnar og ég var bara tekin á bótum og félög bara gaf mér halva bætur og ég með bíl á lánu sky high skilur hafði enga pening búið að henda mér út eftir átök við pappa skilur og ég var bara að leigja með einhverju félaga skilur og svo bara gefst ég upp byrja að rækta til þess að retta með pening það hefði verið byrjaðar í steraneysluna bonda við svona vafasama menn það tengjast við svona gauðra sem voru í undirheimunum og eitthvað og það verður svona ákveð tímabil það sem að allt í einu byrjar að flæða einhver peningur og allt í einu á ég peninga og þá byrja maður að eitra meira og maður fyrir að gera meira óheðalu og meira brask og meira bull og það já og í raun og veru missi stjórn bara mjög fljótt eftir ég byrja að nota sem sagt amfetamínið. Þetta hvað, 2012 eða eitthvað? Nei, þetta er seinna, þetta er 2014 held ég, það er 2013, 2014, ég er alveg 24 ára, 2013, ég er 24 ára þegar ég prófa vímuefni, eða sérst ólöglegt vímuefni í fyrsta skipti og framleiða stundir, þetta var ekki lengi að gerast, þarna var ég böstar, allar ræktaðina teknar, hætti sambandi, það var allt tekið og fór allt í fokk og ég held einhvern veginn bara svona áfram lífstíllinn orðin hár farin að keyra á dýrum bílum og svona ég þurfti að halda upp í svona ákveðinu glansmynda bóa einhverju dæmi og ég fer að eyða umfram það sem ég á og ég er farin að nota líka og þetta allt komið einhvern veginn í skrúuna og ég er farin að og hættir og axtarrættin að já, ég lendi sér já, nei, ekki alveg ég lendi sér þarna 2014 lendi í bílslýsi og brýta með viðbeinið farþegi í mjög alvarlegu bílslýsi ég var klipptur út úr bílnum og bara, það veit enginn af hverju ég er lifandi hætti ekki það eftir hætti öðru sambandi þetta er sérst árið setna hætti öðru sambandi og missi hundi minn allt á einu ári og ég þetta var bara mér ofið og þá bara byrjar partíð þá byrja ég að nota af allt annari ástæð ég er ekki lengur að kötta heldur ég er að deyfa ég er að deyfa að því ég hef ekki getu til þess að takast á við líf mitt þannig að kemur bara 1 ár og ég er bara ekki með getu eða innistæðu þroska, hæfni
til þess að takast á við það sem lífið að gefa mér og 1,5 ára seinna ég bara komin út í þriðja heiminn í fangelsi þar með 4 kíló af kókaíni sko. Þetta svona fljótt að gerast. Það þessi handtaka í Ríó? Í Brasilíu? Já, Brasilíu. Ég raunur sko var svo glær. Ég var alltaf kast út og ég held að allir væri vinir mínir. Ég var alltaf ekki búin að vera í neyslu lengi. Ég þekkti ekkert fík. Ég skildi ekki að fólk myndi... Það mjög stuttu tími. Ég að setja þetta í svona samhengi sko. Þetta 1,5 ár þar sem ég bara út úr heiminum. Og málaði það að ég skildi ekki fík. Ég skildi ekki að þeir lánaði einhverjum eitthvað. Þá átti hann ekki fyrir því og hann gæti ekki borgað það. Skilur þú veist, ég skildi þetta ekki. Ég hélt bara að ég var að gera greiða. Þú veist, að því ég svo góður vinur, þá var ég bara að græja þetta fyrir hann. Því að hann var eitthvað, það var eitthvað vesinn í gangi. Og ég trúði bara því sem fólk sagði mér. Og ég bara keypti það. Ég bara, já, ok, heyrðu, ég get græja þetta. Svo kom mánaðamót og borgar enginn. Og ég þarf að borga og ég borga. Skilur, ég bara, cash out bara, ég bara alla bæturna mína sem ég fekk á þeim tíma, skilur, fók bara beint í það. Og hvað var þetta þá amfetamín að kókaínisla? Það bara kókaínisla. Þetta var fljótt að þróast bara strax yfir í og ég meina kókaín var þannig að sko, ég prófaði fyrsta skipti, það var bara 3 vikur. Það bara, ég bara fjall fyrir því, sko. Þekki það. Og ég tengi það við minnumáttarkennd. Að ég ánætti sterum og kókaíni. Og hvað fixar það? Minnumáttarkennd. Það bara nákvæmlega það sem það fixar. Þú ert ekki allt svo friðurs? Nei, ég hef aldrei reykt gras. Aldrei reykt gras, aldrei prófað sýru. Ég alveg bara ömurlegur dópasti. Ég fann bara þetta tvennt og þetta bara virkaði. Og svo þróaðist það seinna meir þegar ég komin heim eftir alla erfiðu lífsreynsluna yfir í crack. Sem náttúrulega bara kókaín. Sem bara kókaín, já. Ég raun og veru sko, eins og ég segi, ég var glær og skilningslaus En þegar þú varst byrjað hérna í þessari kóknislu hérna heima áður en þú ferð út, þá varstu bara, þú ekki farin að skjóta? Nei, ég hef aldrei sprautum með kókaíni. Ég hef bara reykt crack. Það er bara, þú veist. En hérna, áður en ég fer sko út, þá var náttúrulega ég í bullandi neyslu, ég haldi upp í partíinu. Þú veist, ég var alltaf með fólk í heimsókn. Það var alltaf ég plus 1 plus jafnvel vinir. Og þarna ég sko, þú veist, komin á 3. eða 4. kærastuna, skilur, þú veist, og þú veist, partíið ennþá rúllandi, skilur, og ég bara, þú veist, það bara alltaf meira. Það aldrei neitt nóg. Ég hélt náttúrulega, þú veist, að þegar ég fer að út, sko, þú veist, þá var ég, þú veist, eftir að litið, þú veist, ég var fegrað þetta, sko, þetta var nú svo sem ekkert svo slæmt, sko, áður en fór. Ég var bara fórnað mig fyrir alla aðra, sko. Þú veist, að ég átti útistandandi miklu meira heldur en það sem ég skuldaði. En þú varst sem sagt að fara út í rauninni til þess að allt svo í þeim tilgangi að borga skuld? Já, ég raun og veru hafði val. Ég hafði val að fara að ganga hart og það að rukka fólk og bara gerast hrotti og ofbeldismaður bara og bara berja fólk og eitthvað. En ég valdi að fórna mér og tek þarna með mér ólukkulega kærustu mína á þáverandi tíma. Hún býð henni með og hún játir því og við förum þarna saman. Og já, við erum svo bara tekin þar úti. Og leiðinni tilbaka. Já, við erum tekin og já, í raun og veru saga sem ég hef sagt svo sem oft sko, við erum ekki tekin upp á flugvelli, við erum tekin upp á hóteli sem breytir miklu fyrir dóminn. Því að það var í raun og veru engin flug með út úr landi þegar við erum tekin. Hvað þýðir það? Til refsi þyngingar? Nei, refsi mildunar. Já, af því að það var ekki hægt að sanna að ég ætla út úr landi. Það var ekki miði. Ég var búinn að fara upp á flugvöll og fara af flugvöllinu. Hvað varstu tekið með mikið? 4 kíló. Það var ekkert gengið hart á því í yfirheyrslum og svoleiðis? Við fengum enga lögfræðinga. Hvernig vissirðu hvernig þú áttir að bregðast við? Bara vissi það ekki og ég bara sagði bara nei, ég bara neitaði fyrir allt. Þú ákvaði bara standa á því og haldaði við það, bara nei? Já, bara í fyrstu yfirheyrslu, já. Og þá var það bara þannig að ég skildi hvað sem eitthvað, það var bara eitthvað you drugs og maður bara eitthvað no drugs. Það var engin enskumælandi. Hún tekin 25. desember. Í hvaða borg? Hvað var þetta? Fortaleza. Já. Og þið voru semst á leiðinni þaðan hvert? Portugal. Og þaðan leiðin til Íslands. Já, einmitt. Nei.
ég mann það ekki eins og Nei, voruð á leiðinni með til Evrópu til Evrópu þið ætluðu að lesta það af í Portugal Já, við ætlum að lesta það af, ég held í Holland ég mann það ekki sko. Það var allavega, þetta var allt bara, maður vildi bara vita sem minnst svo maður geti ekki sagt neitt skilur, maður fekk bara lágmarksupplýsingar upp á það að geta ekki sagt neitt ef maður tekinn, það var ekki hægt að kreista neitt úr manni þegar maður vissi ekki neitt þannig að í raun og veru, var bara næsta ferð það var bara til Portugal og svo átti maður bara að fá upplýsingar þar Já Sú lífsreynsla í raun og veru í einu orði hræðileg bara, í stuttumáli þú ert lokar inn í klefa 24/7 Þú ert dæmdur þannig Já, nei, þú býður í hálft ár eftir dómi og dómurum var 5 ár og 4 mánuðir og áfríunin 2 ár og 6 mánuðir eitthvað sem ekki fangelsisdómur heldur sem sagt skilorð og það tók alveg 14 mánuði að fara í áfríun þannig að við áfríun var okkur sleppt og þá máttu við fara bara út úr landi þá voru búin að setja af okkur dóminn og miklu meira heldur en við hefðum þurft að gera ef að áfríða dómurinn hefði komið fyrst Það ekki bara sprungi réttakerfið út í skilur, það bara viljandi senagangur eða geturleysi hjá þetta bara þriðja heimsríki bara, ég meina, talaði við menn inni sem bara vissu bara ekkert af hverju þeir voru inni þeir bara sátu bara í klefunum og voru búin að vera þar í 4 ára þeir vissu ekkert fyrir hvað þeir voru dæmdir þetta bara og bara aðstæðnar þarna þetta var bara vægast sagt ótrúlegt þessi skuli vera til og maður hélt einhvern veginn bara svona maður horfir á þessar bíómyndir og eitthvað svona maður með svona ákveðna hugmyndir það skilur og allir eru í einhverju svona jumpsuit og svo eitthvað svona bim og það opnaðist eitthvað og eitthvað það opnaðist aldrei neitt hjá okkur það var bara lokað bara inn í 6 koju klefa með svona 15 manns skilur og bara bara svona cirka jafn stórt og rými sem við erum í núna Kynntustu mönnum að þinni Já, klálega, algjörlega Náið Hvernig leiði fyrsta daginn? Ég svaf bara fyrsta daginn Varst það að láta henni í friði? Já Þetta Nú fær maður að bera þetta saman í bíómyndir þetta alls ekki þannig Þeir eru kaþólikar Þeir eru hræddir við samkynhneigð og það var aðaldjókurinn það var að gera eitthvað svona fyrir bak við hvern annan þessi hommi skilur þetta var að djókarnir þann inni en það var heimsóknar það sem þeir máttu eiga þeir fengu heimsóknar einu sinni viku og þá komu konurnar inn í klefana og það var bara stund að kynlíf inn í klefanum og þær komu með mat og það var bara allir að borða og við sem vorum ekki með konur við sátum bara út á gangi á meðan og þetta eins og ég segi þetta bara, maður gæti talað þessa lífsreynslu í marga klukkutíma og eflaust kannski einhvern tíman kemur út bók og ég seti þetta saman í einhverja góða bók einhvern thriller sem að þegar allir í mínu nánasta hring og í kringum eru tilbúin í það af því að það náttúrulega það samþætt ég get ekki í raun og veru lýst í hvernig það fyrir móður að vera með barn í þessar aðstæður veikur einstaklingur gerir eitthvað rosalega vitlaust ekki slæmur einstaklingur ekki vond manneskja sitjandi inni með raðmorðingjum og nauðgurum og alls konar bara, og ég meina allir saman bara í einni flóru og Fengu þau ekkert að vera í samskiptum við þig eða ykkur á þessum tíma? Jú, ég náttúrulega Komuðu til eitthvað? Nei ekki mín megin og En þið sitið þetta út í 14 mánuði? Já og ég meina eins og maður hefur sagt ég hef náttúrulega sagt þetta náttúrulega inn á það von síðunni ég hef deilt þessu mjög svona ítalega þar og hef deilt myndum og svona og svona gefa fólki svona ákveðna hugmyndu þetta bara rugl að þetta skulle vera til það væri alveg hægt að gera mál fyrir mannréttindadómstólum þetta alveg þannig mál og svo bara fylgir svo mikill sársauki og það mörg áföll bæði fyrir fjölskylduna mig og það hefur verið heilmikil úrvinnsla
og ég meina ég rek bara fallið eftir ég kem heim bara beint til þess að þú veist þetta kom aftan að mér þetta, þú veist, ég var edru meir og minna úti Þú segir fallið eftir þú komst heim Ok, þú kemur heim eftir 14 mánuði og hvaða árið það? Það bara fyrir 3,5 ári eða eitthvað 3,5 ári og þá í rauninni upplifur eitthvað sem þú skilgreinir sem fall Já, ég kem heim Varst semst ekki í neyslu í fangelsinu? Ekki alveg, þú veist, við skulum bara segja að þú veist, ég prófaði og hérna, ég gerði allskins hluti þarna inni sem að, þú veist, ég sé kannski svona eftir og, þú veist, hafi verið mjög heimskulegir og hérna, ég spilaði ákveð hlutverk ég átti kísur og labbaði svolítið klikkaðar á því, skilur, og lét eins og ég væri svona patrón er svona æðstistrumpur og ég lét svolítið í karakter við það og ég var svona alls konar, var einhverjum svona græingum og geringum og reyna að halda karakter Er það þannig svo aflaði teknaðin inni eða? Nei, ég var ekki með neina tekið sko ekki neina bara þú veist, en ég var gerandi í alls konar svona einhverja monkey business til þess að vera einhver kall og bara þú veist, já við förum ekki út í það er bara þannig það ekki til þess sem heitir frýr hádegismatur sko, upp á fíkniefnin og það sko Nei, en sko, ég raun og veru sko, við getum bara sagt að ég prófaði fíkniefnin nokkru sinnum að inni og það var aldrei skemmtilegt það að vera víraður inn í klefa með 16 köllum, þú veist, það er bara ekkit eftirsóknarvert við það sko og fá einhverja paranoju inn í svona rosalega erfiðum aðstæðum og í svona erfiðum lífsreynslum þar sem að lögreglumenn eru lambúshettu klæddir með sólgleru til þess að þekkjast ekki í vinnunni sinni þetta er ekkit aðstæð sem þið langar að vera undir áhrifum per se af því að þú veist, það voru margir sem reyktu gras það hendaði mörgum þú veist, að vera bara til þess að chilla eins yfir þessu sko en að nota kókaín þannig inni er bara þú veist, bara algjör vitleysa ég kem heim ég er edru meir og minna eins og ég segi inn í fangelsinu og hérna, þegar ég kem heim þá bara fer ég að vinna skilur, ég fer bara á einhverja áfallameðferð og ég fer bara að vinna í loðnufrystingu á Akranesi og ég fer bara, þú veist, bara verið kallinn bara og þetta gerðist ekkit fyrir mig, ég fekk vinnu í Norðurál En þú ferði í einhverja áfallameðferð? Já Altså hver bauð upp á hana? Akraneskaupstaður held ég, I don't know þú veist, það var þar Var það bara einhver sálfræðingur sem þú fyrir að tala við? Já, einhver svona þetta var einhver svona sérstökur áfalla hjúkrunarfræðingur einhver sem var með eitthvað sérstakt eitthvað fyrir svona extreme eitthvað og ég fer þangað og ég tala við hana og, veist, og svo bara eftir 6 eða 7 tíma þú veist það bara hætti það, ég veit ekki af hverju en þú veist bara allt í einu fekk ég ekki lengur tíma og þú veist og bara ég hætti bara að mæta og þú veist því að það var engin tímar og ég settur á stera samkvæmt læknisfræði Varstu þú svona hóraður? Já, ég var hóraður, ég var 70 kíló þegar ég kom tilbaka 72 eða 3 kíló, ég fór út 112 og hérna kem aðeins tæpara tilbaka og hérna, ég var sérst bara mæltist Bara af í rauninni bara hvað heitir það, bara vannæringu Hvernig var maturinn? Ég gleymdi að spyrja bara ógisljur og hérna, bara ógisljur bara hreint út, þú veist, ég meina það er ekki það er engin, þú veist, segir sér bara sjálft að þú kemur 70 kíló tilbaka En skilur það sjúkdómar og niðurgangur og njálgur og allt þetta ég fekk Hefurðu fengið njálg? Nei, ég hef ekki fengið njálg en ég fengi gillina, ég fekk einhverja lýs og fekk lifrarbólgu og bara svona alls konar bara eitthvað svona basic dæmi sem maður búast við í 3. heimsríki í fangilsi, skilur, þú veist, það bara og ég meina, ég náði mig bara af því öllu, skilur, ég drafst næst í örugglega einu sinni, ég misti nokkrar tennur og veist, ég sagti í rauninu frá þessu öllu inn og það er von, sko þetta er svona verið svona juicy frásagnir sem ég hef sett þar inn og hérna, ég talaði til dæmis það, þú veist, það var svona bíll tannlækna húsbíll það var með sýkingu í rótinni á einhverju tönn og það þurfti að taka hana og þá kemur bara svona húsbíll sem var búið að innrétta og það var bara svona stóll í miðunni svo ætti bara handið við hann Já, það er sennilega bara ekkert jafn fucking vantreystandi eins og komin í einhvern bíl handið fyrir aftan bak og svo eina þegar losaður þá er bara og svo situr bara og bara það var veisla þannig eins og ég segi þú veist Þegar að fjölskyldaðinn og umhverfið þetta er tilbúið þá kemur aftur og tökum við Brasilíu sesjón mér langar bara ekkert að vera kenndu við þetta sko. Nei, en þú ert komin heim Já, ég er komin heim og ég byrja bara að vinna og veist, ég ætla bara nagli veist, bara
veist, stóri strákar komin á styraftur já, það er raunir að hafði ekki mikil áhrif af því að ég var svo veist, ég var náttúrulaus það var bara testisturinn framleiðsla mín var í raun og veru bara eiginlega engin út á næringarskorti já. Og það var bara álítið sem svo þú veist, bara til þess að koma mér aftur í bara eitthvað bara eðlilegt stand og þá var þetta bara besta ég meina, testisturinn replacement terapía sem ég fór í var bara 3 mánuðir en það var eftir hana það var eftir hana þú veist, þegar áhrifin hættu hvað gerist það? Þá fer ég bara í þunglindi eða eitthvað þú veist, það gerist eitthvað innra með mér skilur, allt í einu þú veist, þá kemur eitthvað lítið einhver sprunga og hérna þú veist, og ég allt í einu farin að þú veist, eitthvað og svo ég allt í einu komin í einhvern óheðaleika og þú veist, og þarna ég samt að vinna sko þú veist, ég samt að vinna þarna þú veist, ég vinn þarna hjá Norðurál mér svo sagt upp þar bara quiz bang, að því að þá ég var gaurinn sem hafði setið inn í það núti og það var bara að koma aftur samt vissu þeir það þegar réð mig en eftir á, þú veist, þannig bara allt í einu var eitthvað starfsmaður sem sagði það að ég myndi örugglega reyna smyglingur í gegnum gámaskipi sem kæmi þar og ég bara eitthvað þú veist, bara what og þá átti ég allt í einu að vera svona þú veist, ekki nægilega góður af því það var einhver áhættur af því ég myndi vera einhverjum svona einhver rugli varðandi einhverjum svona hluti sem var bara alls ekki það sem ég var þú veist, að pæla sko Nei, en fólk sér svona hluti bara frá mismunandi sjónarhorni algjörlega og ég var sem látið fara ég ræddi með vinnu fyrir að vinna sem gröfmaður svo eru verkefnin búin hjá þeim verktaka þannig ég fyrir á næsta verktaka og þar í raun og veru sko veist, viðbeinsdæmið mitt orðið svo slæmt það var ekki búið að gera neitt í því veist, að ég þarf að fara í aðgerð og í kringum þá aðgerð þá bara alvöru fall og það fall dugði bara í 1,5 ár og málega það að ég upplifði eins og ég væri ekki nógu góður fyrir samfélagið veist, ég væri bara marked af þessari lífsreynslu sem að þú náttúrulega varst já, klálega, algjörlega og ég upplifði höfnun frá samfélaginu sem að þú varst að upplifa já, sem bara raunveruleg og ég upplifði þessa höfnun bara mjög sterkt og ég var bara ekki með beinið í nefinu eða bakinu eða neinstaðar skilur til þess að taka því og ég hafði bara ekki getu til þess að takast á við alla þessa höfnun og ég leiðist út í það að, þú veist, að í undirheimunum þá þótti þetta nú samt ekkert svo slæmt sko. Ég var nú bara svolítið bara, þetta var svolítið hörð lífsreynsla ég gæti alveg þetta er alveg street credit sko. þetta er svona street credit sko. Allt í einu var ég komið með svona ég meina, menn voru tilbúin að kaupa kærlinu sem hafði sittað inni hann vissi nú alveg hvað alveg dót væri sko. Að því hann er búin að sjá þetta bara beint úr náttúrunni sko. Og þá var ég allt í einu fekk ég allt í einu einhver svona kredit og mér fannst það gott og ég fór aftur inn í heiminn undirheimana fór að braska og fór að nota og var komin í annað samband og það fór allt í fokk og bara neyslumunstur og svo bara fer þetta bara hraðar og harðar því nú þarna hafði ég virkilega eitthvað til þess að deyfa sko. Byrja að fá martræðir, byrja að fá alls konar endurupplifanir heyri öskur mannana skilur sem að létu lífið sem ég horfði upp á skilur bara svona alls konar element sem að voru og svo var enginn tilbúin að bara taka utan mig skilur og gefa mig tækifæri það var enginn tilbúin að gefa mér tækifæri bara til þess að standa mig í góður vinnu skilur það var bara ég var bara ég upplýði bara svo miklu höfnun og ég átti svo erfitt með sjálfa mig þetta er svo mikið jaðarhegðun maður er svo mikið átkast þegar maður kemur úr þessum aðstæðum og ég í raun og veru líka fyrirleit sjálfa mig svo mikið að því ég sá svo eftir þessu ég var svo fullur eyðrunar ég var svo fullur eftir sjálf ég hafði skaðað alla fjölskylduna ég hafði allt sem og ég meina bara fjölskyldan átti bara erfitt með bara venjulegt líf bara í ákveðin tíma skilur að samþykkja mig í raun og svo var ég farin að gefa bara skít í þau af því að það var svo vont að sjá þjáninguna þeirra ég höndlaði ekki að sjá mamma mín var honum bara mjög mjó að kvíða hún gæti ekki borðað og hún var líka veik og bara svo alls konar element og maður hafði áhyggjur og það var bara betra að deyfa sig bara deyfa sig burt, ég hafði ekki getu í það hafði ekki þroska hæfni eða getu þannig ég bara fer bara all in og ég bara í krampa og flogi og sjúkrahús bílferðum og ég bara þarna ertu bara komin í krakkneslu já, ég alveg gjössanlega fell fyrir þessu
og ég líka með þig já, ég er að segja það ég er raun og veru fell fyrir sko þarna kynntist ég fíkn í fyrsta skipti fyrir alvöru og hvað það er að nota gegn eigin vilja fíkn það sem að og það sem að maður undirstrika fyrir fólki þegar ég segist vera fíkni sjúkdóm það er þegar ég hef breytt taugabrautunum í hérna heilanum á mér þegar ég hef breytt bara líffræðilegum elementum hvernig það virkar vegna neyslu á efnum sem eru svo hörð og svo kröftu að þau hafa breytt mér varanlega bara strúktúr og ég útkrakkreikti alla sem ég þekkti þú veist, það voru bara allir búin að fara í meðferð bara komin út, dottnin í það, komin aftur komin út en það er þetta keppnisskapið ég bara ég veit það þessi þörf fyrir að skara fram úr ég bara, veist, ég var alveg fyrir bara ótrúlega góðu dópisti sko. bara ef ég var að segja bara hreint út ég var bara mjög góður og ég menna klári í kjaftinum, góður að redda mér veist, góður að selja það veist, og ég var bara mjög mjög úrræðagóður en ég meina þetta var samt orðið þannig að ég var samt á gistiheimilum skilur ég var ekki lengur með íbúð á fastri leigu ég var búin að láta henda mér út og ég var bannaður á alls konar hótelum það sem að bara þegar ég pantaði eitthvað þá var bara Hlynur minn nei þú ert ekkert að fara að vera hér í nótt það bara að vita skilur því það var alltaf vesen það var alltaf sjúkrabíll og lögreglu því ég datt bara í gólfið í krampa ég stoppaði bara ekkert fyrr en ég var bara nánast að deyja og þar kemur inn ég bara hataði sjálfa mig svo mikið og mér langaði bara ekkert að lifa mér var bara alveg sama en af hverju ekki bara sjálfsmorð af því að ég skil þetta eftir á í momentinu þá var ég ekkert að hugsa ég vill ekki vera til en ég meina eina sem ég gerði var bara nota það var ekkert annað, ég gerði ekkert ég meina að redda sér, pening, stað og nota ég meina það var, that's it þetta er bara sjálfshatur ég held það já fyrir mig sko sem kannski sprettur af því maður er búin að vera að gera einhvern veginn gegn betri vitund maður er búin að brjóta sjálfum sér og öðrum í fjölda áratugi og þetta situr hérna bara og þetta hverfur ekkert bara eitthvað út af því Nei, og ég meina þú sér það neyslu tími á vímuefnum er 5 ár Já, einmitt ég er nefnilega leggt svolítið mark á það þetta er ekki langur tími sko. Nei en ég meina það sem bjarga mér held ég eftir að lítið nú fer ég og panta mig 2 eða 3 inn á Vog ég geri 2 heiðarlega tilraunir til að reyna að verða edrú sjálfur og ég varst á góða sögu af því að hafa verið upp á Landspítalanum að bíða eftir frákvæðslífin og þannig var ég orðinn svo veikur af efnunum að ég titraði ég skalf inn á biðstofunni og þetta var svo líkanlegt ég var svo argur og svo pirrað og það var páskaliljur skilur og ég bara hendi þeim út allt og ég var bara brjálaður bara fucking húkur og bara ömulegi lækna bara út með þetta og ég ætlaði bara út skilur og ég meina það kom náttúrulega bara geðlæknir á geðdeild og vildi bara leggja mig inn skilur En þú varst þess að komin þarna inn í afveiturinn? Nei, ég var að reyna að fá frákvæðslíf ég var með fjölskyldunum minni ég var að reyna að vera edrú á eigin sjálfstafum skilur að því ég var bara svo búinn á því peningarnir búnir ég var hættur að geta að redda mér ég var hættur að geta nota orða söluræðina mína til þess að reyna að fá eitthvað og já, ég var reynur bara komin á þannig stað þetta var ógeðslega erfitt og þetta tókst ekki Þetta eru bara 3 ár síðan eða? Já, þetta er bara 3 ár síðan þetta er bara, 2,5 eða 3 og þarna er ég bara ég er orðinn skinn og bein, ég er aftur orðinn 70 kíló fór upp í 100 fór aftur í 70 og er bara mjög veikur og ég meina þegar ég horfi tilbaka hugsunaganginn hvað ég hugsaði það var bara, ég bara eiginlega hugsaði ekki neitt það var bara, eina sem ég var að hugsa var bara hver er hvar, hver er að gera hvernig, hver er að nota hver er að fara að fá, hver á peninga hver skulda mér, þetta var bara allt líf mitt, þetta var ekkert annað ég vissi ekkert hvað var í gangi í þjóðfélaginu ég vissi ekkert hvað var í gangi í samfélaginu ég var bara ekki þáttakandi af því að, ég meina, þau höfnuðu mér, ég hafnaði þeim
skilur, þú veist, ég var bara ekki partur af þessu, þú veist, mér var bara ekki boðið að mér fannst og var náttúrulega mjög mikið fórnarlamb út í það og gæti nota mikið út á það ég panta 3 inn á Vog mæti ekki fyrstu 2 skiptin og 3. skiptið þá mæti ég degu seint og þú veist, þeir sem vita hvernig Vogur þú veist, þú mætir ekki degu seint og ég var búinn að vera edrú í 5 daga sem var lengsta sem ég hafði verið edrú þannig bara svo áður hún kemur áður en ég kem en hverju komstu deg og seint? Beidu, ég ætlaði nefnilega að segja þetta er góð saga ég er einhverju er búinn að vera edrú og bara góðan feeling og bara sundi og eitthvað svona þú veist að reyna að vera edrú þú veist nú er ég á leiðinni og betra líf og bara þú veist set Facebook status og ég fer í bíó deginum áður ég að fara inn á Vog Manstu hvað myndu sást? Avengers Endgame eða eitthvað tilhæðandi ef viðeigandi fyrir og ég endist ekki myndina ég fór út í bara fór út í þetta er líka löng mynd ég næstu 3 tíma og ég reynir grætti einhvern pening því ég var náttúrulega ekki orðin heiðarlegur skilur ég var náttúrulega að redda ég held áfram að græja fyrir þá sem báðum það og ég grætti 40 skall og það var nú þá fekk ég mér að borða fór í bíó og 30 skall eftir á 2 stykki skilur og ég bara ég ætla að kveðja efnið ég bara one last time shit hvað leðilegt vá hvað sökkaði og svo endaði ég með að setja síman í pant fyrir 5 önnur og það var ennþá umurlegra og ennþá glatara og allan tíma stressar mamma að fara að sækja mig á morgun mamma að fara að sækja mig svo ringi ég mömmu og segja mamma þetta bara það henda mér bara ekki að fara þegar þú ætlar að fara ég meina varstu ekki bara búin hana já ég meina ég var ennþá í því ég var ennþá að beisa bara klukkan 9 morgunin og mamma ætlaði að sækja mig klukkan 10 þannig ég sendi mömmu sem býr upp á Skaga sendi henni það henda mér ekki ég félagið minn ætlaði að skutla mig bara í hádeginu skilur mamma ætlaði bara búin að vera að hjálpa mér að koma mér fyrir hann á okkur gistiheimili skilur að reyna að koma mér inn og ég endaði svo bara með því að fara ekki og fer svo upp á geðdeild og ég lappa bara upp að og fæ tíma og svo senst ég í stólinn einhver útlensku læknir og ég segi bara þetta er bara mjög einfalt ég mista tímanum mínum að sjá á að ég hræddu að fara inn í meðferð ég hræddu að takast á í líf mitt en ég geti þetta ekki lengur þannig að ef þú reddar mér ekki inn á S.O.A. þá drep ég mig og ég er búin að láta alla vita að þú tókst á móti mér það vita allir að þú mun bera ábyrgð á mínu lífi að því ég tók það þegar ég lapp út og bara gæði bara ok og svo fer hann að ringja einhver símtöl og ég fæ tíma deginum eftir aftur að fá að koma inn og hann læti mig fá einhverja töflur og ég náttúrulega ekki töfluæta skilur þannig og ég tek eina hann sagði bara taktu bara 2 eða 3 og hélt ég var bara alveg stöpugeggjaður sem ég örugglega var og ég tek eina og ég svaf bara í 6 klukkutíma á Miklatúni bara ég bara knockout að því ég hafði ekki þol fyrir róandi það tekið bara og ég svaf bara á Miklatúni og svo endar þetta með því að í deginum eftir þá reddaði ég mér í strætó klukkan 10 morgunin og kemur og ég meina allan tíman þegar ég fór að sótt í þessi stykki þá var ég allan tíman að hugsa þetta er ekki góð hugmynd Hlynur innsæði mitt var bara þetta er ekki að fara að vera góð hugmynd þú ert ekki að fara að vera sáttu með þig þú ert ekki að fara edrú inn á Vog og það var markmið að fara edrú inn og ég kom edrú deginum eftir að búin að láta renna að mér í 16 tíma og en svo maður ekkert edrú hana nei það er ennþá efni í manni og kerfið bara eins og þú segir það er bara krossvíra já, algjörlega ég kem hann inn og mér fannst þetta bara svona fer ekkert inn einhverju gríðalegri eitthvað vilji til þess að breytast ég fór ekkert þannig inn mér langaði ekkert að breytast sem manneskja hvað langaði þá? matur, rúm og bara öryggi
svona ákveðin element sem var búið að vera lítið af síðustu 6 mánuðina ég var alltaf á milli gistiheimil alltaf að redda mér alltaf á flakki með ferðatöskur og póka, ruslapoka, drasli og alltaf að reyna að græja og maður alltaf, það var alltaf fólk að hringi í mann að redda, maður alltaf að redda öllum og þá fekk maður pening og svo var maður komin í alls konar svona bobba hinga og þanga þegar maður var að skjóta peningum hinga til þess að redda gistiheimil til þess að geta, það var svo mikið bras og ég var svo uppgefin. Þannig ég var bara ógeðslega fegin að fá hvíld og fá að borða og sofa og og bara öryggi, það vera ekki bara vita að ég hef þó allan að þennan stað í 10 daga, þú veist. Ég fæ svo svona moment of clarity inn á Bogi. Var þetta bara, altså, hvað? Þetta fyrir 2 árum. Já, hvað mánuður er þetta? Það 27. Það var þetta 25. Þetta bara fyrir nákvæmlega 2 árum síðan. Já, ég veit, bara upp á dag. Já, í raun. Þegar maður ranka við sér þannig eftir 1-2 daga, sko. Þá er ég á fyrirlestunum hjá Valgerði sem alltaf sýnir manni svona heilan og sýnir bara vannvirknina í einstakling sem nota kókaín og ég átti svona moment of clarity bara svona, þetta er ástæðan af hverju ég er búin að taka svona lélegar ákvörðunir ég bara gengi ekkert á öllum og það var einhvern veginn miklu auðveldara fyrir mig að viðurkenna að það hefði verið veikur heldur en ég var heimskur af því að ég hafði tekið svo mikið heimskulum ákvörðunum ég hafði gert svo mikið úr takt við þennan og ég tók stúdent á 2,5 ári ég glemdi að segja það á hann en ég tók á 2,5 ári tók ég stúdent skilur ég var aldrei sem ætlaði að verða fjármálaverkfræðingur skilur stemdi hátt skilur þú veist svo bara einhvern veginn fjaraði undan og ég fór að taka lélegar ákvörðunir og ég skildi aldrei af hverju Þú tekur heimskar ákvarðanir en ekki út frá því að þú ert heimskur heldur að þú ert veikur og það var auðveldari pilla til að gleypa og þegar það var presentar fyrir mér að vera laust það var hægt að byrja að taka góðar ákvarðanir ég geti lært að afveitra hausinn minn heilan minn og ég geti tilenga mér ákveðin viðhorf og gildi og svona rútínu og eitthvað svona, ákveðin strúktúr og þá á einhverjum tímapunkti þá myndi ég geta nota heilan minn eðlilega aftur og tekið góðar ákvörðunir meiri hlutan góðar ákvörðunir og það var eftirsóknarvert það var ekki, ég var alveg til í það ég var alveg til í að fara að taka góðar ákvörðunir svona once in a lifetime skilju af því það hefði verið svo mikið af slæmum og að því ég átti alltaf að skara fram úr ég átti alltaf að vera svo ég var svo góður, ég skoraði svo hátt í prófum og ég var svo duglegur og kláraði þetta og svo bara einhvern veginn floppaði allt og væntinga mínar Annars sástu bara einhverja glöfu Já, ég sá í raun og veru það var tækifærið þarna til þess að fara tilbaka og taka upp þráðinn frá 18 ára, 19 ára hliðin áður hann fór að eitra sér heilan með anabóliskum sterum skilurðu og bara fara og bara byggja upp bara heilsusamlega og bara gera það rétt hægt og rólega ég náttúrulega ekkert með eitthvað gegn þolinmæði skilur ég vildi náttúrulega bara gera það strax og mikið og vildi bara fá allt bara á núleitni eins og fixin hefði verið en það sem var svo heppilegt ég var með rosalega góðan ráðgjafa á Vík ég var svona tók ég svona líbrium var svona í manni og maður var svona frekar líka glað og svona maður geta takið þessu ofalvarlega en maður átti þennan moment svona það sem maður átti að sjá það var laust og ég lét nú samt stelpuna naglalakka minn og í og eitthvað svona var eitthvað svona algjör steypu sko og ekkert alveg tengdur hún tekur mig upp á Vík þá tekur hún mig bara herri hvað er það? Akkur þú með naglalakka ég hvað finnst þér ekki flott bara einhverju svona galsa sko hún sagði bara henni hvað er það sem skrifstofu sem betur fyrir tókum mér skrifstofu nýðulega mig ekki fyrir framan alla svo sætti hún nefnum með mér og sagði bara herri þú ert þetta til þess að berjast fyrir lífiðinu og ég hver skeit í morgunkotnið þitt skilur akkur þú svona og hún bara þú ert hérna til þess að bjarga lífinu þínu að þrífa þetta naglalakka að þér og bara, þú ert að fara að taka þessu alvarlega og ég bara, wow En hverju?
taka hverju alvarlega? bara að taka prógram bara að vera með hausinn inn í því sem ég var að gera ekki bara að ég væri bara eitthvað grillað bara eitthvað í fólkinu og veist eitthvað hún bara tók mig og ég bara setti mig á jörðina og það var svo fyndið, þekkti hann ekki neitt vissi ekkert hvernig það var og hún bara tók mig og hún bara hún er bara séð og var með fíblaskap já, og ég var ekkert taka sér eitthvað gett alvarlega skiljum og ég var inn á Vík í 2 eða 3 vikur þangað til að sumar lokuninu var og og hún fékk mig til að taka ákvörðun ég skildi vera edrú sama hvað í 1 ár bara, veist hún sagði bara, veist, þetta að fara veist, taka ekki langa tíma skilju, og bara ég átti að vera single í 1 ár engastu helpur og og bara svona segja það veist, ég skilgreini sjálf mig sem ástur og kynlífsvík líka og hef unnið mjög mikið í því og þannig að ég fekk fyrirmæli frá ráðgjafanum 1 ár edrú, enga stelpur alveg sama hvað og keppnismæðurinn þú, hann alveg púlað það já, mér fannst mjög gott að taka ákvörðun svona, þú veist, að hafa gulrót þú veist, ég að stefna þangað þú veist, ég þetta 1 ár og að því þá þurfti ég ekki að taka eitthvað, veist, að því þetta 1 dagur í einu, þú veist, ég þurfti að taka ákvörðun að vera edrú hvernig einsta deg, þú veist, ég var ekkert alltaf í stuði til þess að vera edrú, þú veist, ég var bara ekkert alltaf í stuði til þess, skilur en þetta sem þú ert að segja, þetta make a sense fyrir langfæsta þessi aðferðafræði já, algjörlega og þessi aðferð virkar fyrir þig mjög líklega bara út af því að þú ert svona ég er goal-oriented já, einmitt, þú ert alveg svona mjög svona mál-orienteraður skilur við akkurat og málega það, þú veist að fyrir mig, ef ég var að ákveða hverjum einasta degi þá þóttu mér það erfið ákvörðun erfitt að ákveða, ég var alltaf bara fárveikur skilur, ég var alltaf búin að vera að nota fullt af efnum og ég var búin að vera að nota svo sterkt og svo mikið og lengi að geta mér til þess að taka þessi ákvörðun var bara stundum bara mjög breytileg þannig að það var bara rosalega gott að vera bara með fyrirfram ákveðna bara að því að eftir sko, að því hún sagði sko dagarnir verða erfiðir þú munt eiga daga þar sem þið langar bara ekkert til þess að taka þessi ákvörðun og hún sagði bara, takk bara þetta 1 ár og bara eftir 1 ár þá getur það bara tekið ákvörðunum að detta í það eftir 1 ár ef þetta virkar ekki, ef þú ert ósátt með það þá skaltu koma til mín eftir 1 ár segja mér það og detta í það ég bara ok, ekkert mál ég bara ekki að djöðlega detta í þetta 1 ár þetta verður geðveikt, skilur ég var bara eftir að eiga fullt af pening en ég setti inn vinnuna ég fór á 12% ég fór og vann í mér skilur, ég fór og axla ábyrgð ég byrjaði strax inn í meðferðin að hringja og biðjast afsökunar axla ábyrgð og segja að ég væri sorry skilur yfir því að hafa komið X fram hvernig tók fólk því? Mjög vel sko, í raun þá voru eiginlega bara flestir sem voru bara tók því fagnandi sko og voru náttúrulega bara rosalega fegnir ég var lifandi af því að ég minna þá voru bara flest allir byrjaði að plana bara útför það voru bara þannig var staðan ég meina lögreglan og sjúkraflutningamennir þeir vissu bara hver ég var það var bara hvar þeir ætlaðu að peka mig upp sko. þannig að það að ég hafi lifað er ótrúlegt og þess vegna vil ég oft segja það er von með það líf af því að það er ótrúlegt að ég sé hérna það er eiginlega kraftaverk þessi ákvörðun mín að taka þetta 1 ár ég lendi í alls konar mínir óvinir og fólk sem vill mér ekki vel það gerði harðar atlugur að því að skemma fyrir mér hvernig þá? Á hvað? Kannski svona fyrst og fremst bara ég axla ábyrgð baðast afsökunar og bara reynda segja það að ég væri sorry og svona með að við þá getu og hæfni sem ég hafði þá til þess að gera það ég bara sagði að ég sæi virkilega eftir því sem ég hefði gert á þeirra hlut og hvort að það væri eitthvað sem ég geti gert til þess að bæta það og svo síðan meir var það sagt að ég hefði ekki gert það í fjölmiðlum til þess að vegna þess að þá var allt í einu það er von orðin risastórt og allt í einu var það að fara að ganga rosa vel og það bara fólk bara vöxturinn og það er von var bara ótrúlegur Stofnaður þetta félag altså bara stuttu eftir og kemur út já, ég sést í rauninu þetta sést fyrst skrifaði ég nokkra pistla bara inn á mínu eigin Facebooki aftur og eitt líf deilir og
og ég tek saman svona nokkra myndir bara frá því að ég var í steraneyslu og þá er ég náttúrulega allur út í bólum og allir svona eitthvað hérna og líkamlega atgerfið mitt er mjög fljótt að breytast í samræmi við mitt tilfinninga hvar ég er og svo myndir af því hvernig ég væri núna og það fekk 3000 like það er 3900 eða eitthvað, það er bara störla 880 mann sem deildu því. En hvað færði til þess að gera þetta? Ég meni þarna er ég bara að skrifa það að mér finnist að það ætti að töffvæða edrumennsku. Mér finnist svo leiðilegt að horfa á bíómyndir þar sem að glansmyndabóin er upphefður skilur og þú veist þetta verður eitthvað svona spenna og bara eitthvað bóa og lögg og bóa og þú veist og við erum alltaf einhvern veginn svona og svo þú veist fer fólk í 12 spora samtök og tekur svo á og gerir eitthvað og þú veist og það er enginn að peppa það þú veist það er bara eitthvað svona þú veist það er bara eitthvað svona lúsera samfélagi eða eitthvað þú veist og mér fannst einhvern veginn vanta bara einhvern svona upphefja það að fólk tækja á sínum málum og ég skrifaði þennan pistil það, mér finnst þetta og það var greinilega mjög stór undirtekt undir það að það vantaði pínu kannski að við svona vitundavakningu fyrir því að hérna við ættum að upphefja edrumennskuna upphefja það að fólk veldi heilbrigðan lífstíl og annað en þú veist ég meina fullt af mönnum sem eru í undirheimunum sem eru með risastóra fylgjendahópa og eru með fullt af likes og þú veist fullt af fólki sem fylgist með þessu glamúr lífstíl og eitthvað svona en edrufólki veist, og pistillinn gekk út og það benda eins á þú veist þarna þetta er svolítið skrítið að samfélagi peppi hennar glamúr druggy lífstíl skilur en hann peppar ekki hitt en er ekki bara ástæðan fyrir því að þegar þú ert komin á þann stað þá einhvern veginn ertu búin að heila bara svona eitthvað svarthól innra með sem gerir það verkum að þú þarft ekki peppið já það, þú veist, þarna skilur, ég er bara svona veltaði fyrir mig sko já, sko, en málega það sem samfélag er ég að tala þú veist, ég er ekki að segja að einstaklingurinn þurfi það en við peppum, af hverju hvetjum við ekki finnst þér fólk í edrumennsku mæta fordómum já, klárlega það var upplifun mín þarna, ég meina þú veist, þegar ég kom heim þá er ég edrú þegar ég kom heim, þú veist, þá mætti ég bara fordómum það var það sem að bara hafi mjög stór og mikil áhrif á mitt líf það var það að ég mætti fordóm þannig að það er kannski drifkrafturinn í rauninni yfir í þessa sveiflu sem þú ert að lýsa þarna já sko, ég er rauninni að setja bara þennan pistil fram þú veist, það var engin pæling eitthvað djúpstæð eitthvað, þú veist, ég eitthvað bara nýorðin edrú, bara nýbúin að ranka við mér skilur og það var náttúrulega bara, ég var á kannski svona pínu bleiku skýja, átta mig á alls konar hlutum og bara firing and wiring skilur og bara allt að gerast hjá mér og ég haf mjög auðvelt með að skrifa frá tilfinningum, skrifa frá upplifunum og skrifa frá, þú veist, og ég bara skrifa. Það er eitthvað vinnsla í því. Já, algjörlega, og mér var bara sagt það í hérna meðferð, ég ætti að skrifa mig frá tilfinningunum mín. Og ég ákvað bara að deila því, skilur, og það varð huge, skilur, bara allt í einu, bara, þú veist, og ég deili hana fyrir og eftirmynd, og það verður huge. Og svo einhvern veginn ákvað ég að gera eitthvað svona síðu af því að ég hafði, mamma mín hafði fylgst með síðu sem heitir The Addict's Diary sem er risastór síða út í Bandaríkjunum strákur sem heitir Kevin Alter sem er með hana og hann í raun og veru heldur úti mjög samskonar síðu sem er bara svona dagbók fíkilsins og hann er að deila batasögum og hann er að deila sinni eigin lífsreynslu og hann var heroin fíkill í x mörg ár og hann hefur náð bata og þú veist að hann er að sína svona the extremes og hann er mjög góð penni og mamma mín fylgdist með þessari síðu þegar ég var í því þegar ég var alveg týndur og ég svaraði ekki og þú veist það var verið að fylgjast með online, þú veist, online merkinu hvort ég væri online og hvort ég væri farin eða hvort ekki og eitthvað þannig að þessi frásögn frá þessum manni hún veitt henni einhverja von það er það svo að segja og í raun og veru hún fekk að sjá fullt af fólkin á bata og það væri fullt af fólki sem næðast nú að við og hérna og hún gæti samglast þeim og verið ánað og sjá að fólk sem hefði jafnvel farið í gegnum erfiðari lífsreynslu en ég að það hefði líka náð bata og það gaf henni einhverja von og þarna á þessu tímapunkti þú veist, þá fekk ég allt í einu 3000 like og 1700 like og eitthvað svona, það var svo fullt af fólki sem vildi lesa það þannig ég hugsaði bara, ok, ég bara bý til síðu ég bý bara til síðu, bara svona einhver svona
svona þetta bara vera fyrir þig svona þín dagbók þá já, í raun, þetta svona bara, í raun og kannski pínu stólin hugmynd, þannig séð stólin og ekki stólin ég náttúrulega gera hana mínu þessi hugmynd tekin af þessu að mig langaði til þess að gefa áfram það sem mamma mín hefði fengið frá þessum Kevin og það raun og veru þessast nafnið kemur í kjölfar af því að hún fekk von og það von það kemur út frá þessu og mamma talaði mikið og ég meina hún skrifaði einhver tíman eitthvað á síðan hjá honum, eitthvað komment og hann sagði við hana að hann myndi biðja fyrir mér og það svolítið fyndi að segja frá þessu skilur, ég ekki droslega trúaður og ekki hún heldur en mamma, hún sagði að þetta hefði skipt máli fyrir hana að einhver maður út í Bandaríkjunum bara, sem bara með 680.000 fylgjendur hann var bara tilbúin að taka sér tíma til þess að segjast að biðja fyrir mér og hann baði nafnið og svo sett hann einhvers staðar inn einhvern hóp og þetta hreyfði við mömmu mín á einhvern hátt sem að erfitt að lýsa og hún segir mig frá þessu og ég var honum svo þakklátur ég sendi honum svo skilaboð og þakka honum fyrir það sem hann hefði gert fyrir mömmu mína og sendi honum fyrir og eftirmyndir og hann birti það inn á síðunni sinni með texta frá mér og það fekk 20 og eitthvað 1000 like sem að þá vonandi var einhver þar þegar þú talar like-in þá þetta gefur svona einhverja mynd í rauninni hversu vítt þetta í rauninni spreyjast akkurat og ég meina og hvaða viðbrögð vekur hjá fólki akkurat og ég meina og svo fyndir hvernig hlutir aðtíkast þegar maður verður edrú og maður byrjar að gera þetta ég fór í Tony Robbins skilur bara hlusta á Tony Robbins podcastið every day skilur ég fór í það massin þarna já það stóri Tony Robbins þú fórst all in já ég segi að fór bara all in í batan og ég fór bara að leita með leiða með öllum mögulegum háttum til þess að geta aukið þekkingu mína á góðum venjum, góðum lífstílsmunstrum, góðum bara allt sem gott til þess að vera successful og þar tek ég Tony Robbins, Brené Brown ég tek Dr. Joe Dispenza Gabor Maté Johan Hari ég les þetta allt þarna bara strax bara quiz bang boom podcastin þeirra bara hlusta á þetta bara every day og meðan ég var ekki í vinnu og var bara, hafði allan tíman í heiminum til þess að þá bara nýtti ég tíma minn bara í þetta var bara það sem ég hafði áhuga og ég hafði áhuga fyrir lífinu og fyrir batanum og ég fór að, ég horfa óteljandi í YouTube-vídeó að svona motivational, það hersöðingin hafið hort á hann, hersöðingin sem talar það búum rúmið sitt og allt þetta ætlar að breyta heiminn og byrja að búum rúmið þitt þetta svona hárrétt, ég bý alltaf rúmið allt annað dæmi, konun og ég til aðtum mér langar að koma inn á eitt þú ert að lýsa þessum aðferðum og ég trúi þér ég veit þetta að virka fyrir þig, ég sé það að þú ert þessi típa og það er bara að rekja þetta bara alveg til skólagöngunar það sem bara þú er bara að ramma þetta inn þú örgla á okkur svona einhverju róð skilur en ég skil hvað þetta að segja og það spurningina hvað var það meðferðarmál eru meðferðar að virka getum við læknast á alkoholisma því þú talar líka í byrjunni að þú sért í bata ekki ráð fyrir þú sért á í bata við alkoholisma getum við læknast á alkoholisma með aukinni sjálfsþekkingu einnig sér, því þú virðist búa yfir talsverðri sjálfsþekkingu og þú ert að tileinka þér aðferðir og það þú notar hugviti þú sagðir áðan líka að þú værir mögulega trúleysingi eða svona eitthvað í þá áttina þú notar þetta og það bara execute, þú ert málorienteraður þú tekur ákvarðanir og þú notar viljastyrk því að svo talar líka 12-sporakerfið og það náttúrulega bara 6 spor af 12 nánast sem snúa að tengingu við eitthvað alheims anda sem við þurfum að plugga okkur inn í því við erum powerless þannig að ég svolítið og ég taka það fram að inn í AA í dag bara, ef þið googlið þetta drasl það eru svona 5 til
10-12% langtíma bataleikur innan AA í dag. Já. Þannig að ef þú getur farið aðeins inn í þetta, ég er forröndin að heyra þína nálgun þessu. Ok, ég ætla bara að segja strax, ég stunda tvennskonar 12% samtök og ég hef mætt alveg frá því að kem út meðferð hverja einustu viku í raunheimum, aldrei hætt, alltaf, mæti alltaf og þar fæ ég eitthvað sem heitir tenging, ég fæ tilheyra, ég fæ svona ákveðin element sem eru mjög nauðsynleg fyrir mig. Í 12 spora aðferðafræðinni þar fæ ég hegðunarmynsturs check, þar sem ég get kafað í sjálfu mitt, þar sem ég fæ að skilja hvar mitt hegðunarmynstur framkallar gremju, hvar það framkallar ótta, hvaða aðstæður gera hvað, af hverju þetta, af hverju hitt. Ég fæ að aukna sjálfsþekkingu gegnum prógramið, svo læri ég að sleppa tökunum og ég læri að fyrirgefa fólki og fyrirgefa sjálfum mér. Þetta er það sem fyrir mig, það sem gerði fyrir mig 12 spora. En er eitthvað guðstenging? Sko, nei, ekki fyrir mig. En sko, málega það fyrir mér, þú veist, þegar þú hefur sleppt og unnið úr, náttúrulega bara segir, í allir minni úrvinnslu, það hefur farið til sálfræðinga, EMDR, ég fengi mig fíkniráðgjafa sem ráðlaði mér í gegnum þetta ferli, ég hef sitið allar þess að fundi og ég farið í eitthvað sem heitir lærðu að elska þig terapía þannig ég hef búin að vinna vinnuna og ég farið í líka Staying Sober Without God bókin sem 12 spora bók og svo Freedom from Our Addictions. Ég ger ekki ráð fyrir þetta sé viðurkennt aðefni samt sem að þetta er bara 12 sporin bara án Guðs og svo Freedom from Our Addictions eftir hann Russell Brand sem líka 12 spora bók sem byggir á 12 spora kerfinu nema nútíma máli þannig ég las allar bækurnar skilur, þannig ég tók allar þessar 3 A-bókina, Russell og Without God þannig ég, þegar ég ger eitthvað skilur, þá ger ég bara vel skilur, og fyrir mér, þú getur trúa á fucking þetta borð skilur, ef þú heldur að þetta borð muni hjálpa þér, þá mun það hjálpa þér ef þú trúir því, ef þú trúir þetta borð muni hjálpa þér, þá mun það hjálpa þér af því þú trúir því, af því það er eitthvað sem þú trúir og ég meina ef þú trúir að eitthvað æðra hjálpa þér, það er bara frábært, gera það fyrir þig þá gera það en ég trúi því, skilur ég að ef ég geri allt sem ég er búin að gera að þá líður mér vel og grundvallar atriðin fyrir mig að ástæðan þess að ég vil nota er vegna þess að ég er ekki sátt af því að væntingar mína til lífsins er ekki vera mætt og ef ég get stjórna mínu væntingum það hvernig lífið á að vera og ég er í algjöri núvitund eða í raun og veru svo vilja væntingastjórnun ekki endilega stjórnun ef ég er í raun og veru bara ekki með væntingar, þetta er bara svona í eðlisbæðinni að greina á milli hverju þú getur breytt og hverju þú getur ekki breytt ef þú ert með væntingar við hlutin sem þú getur ekki breytt þá er það fucked það er bara hreint út þú er bara, ég meina það segir sig bara sjálf ég meina það ætlar að vera með væntingar við hlutin sem þú getur ekki stjórna þá ætlar væntanlega að fara að líða illa og hvað ertu að fara að gera? Þú ert að fara að fixa það, þú ert að fara að finna einhverja leiðir eða að vera fucking gramur í því þannig að fyrir mér þá er þetta ég nota thinking power eins og þú kemur inn á ég nota analýsera alla þessa hluti og öll mín mynstur og alla mína hegðun hún er öll mjög calculated og ég hef samtalið þegar ég satt inni þá baði til Guðs þannig að er til Guð ég meina já, örugglega eða ekki en ég meina þegar botnin er hvort, mér finnst erfitt að varpa ábyrgð yfir á eitthvað aðra ef að ég ber ábyrgð á mínu eigin lífi af því ég ber ábyrgð á mínum ákvörðunum ég ber ábyrgð á þeim aðstæðum sem ég set mig í ég ber ábyrgð á því að setja mörk og virða mörk ég ber ábyrgð á mínu eigin hegðun og framkomu það er ekki neinum öðrum að kenna nema mér þannig að ef ég ætla að fara að varpa á þeirri ábyrgð yfir á einhvern annan þá er ég þá finnst mér ég svona svolítið að vera ekki að axla ábyrgð á sjálfum mér og það er svona mitt approach og minna, auðvitað þegar við tölum að fá hjálp frá einhverju aðra hvað er það? Að því ef við skoðum taugefna boðskapinn að ef þú trúir, þetta er eins og fólk sem trúir samsæriskenningar það er Bill Gates að kenna að COVID kom
það hefur ekki séð hvað fólk verður æst yfir þessu það verður svona geðveikt peppað margir, já, veistu af hverju? Að því að dópamínlósun verður við það að þú tengir einhverja 2 punkta sem eru ekki tengdir og þú heldur þessi rétt já, þetta góð pæling og það þannig að dópamín releaseið býr til einhverja spennu inn í hausnum á þér og þetta bara alveg eins og þegar þú ert að hlaupa og þú allt í einu hugsar shit ég er bara að ná að hlaupa miklu hraðar heldur en ég get venjulega og það allt í einu fyrir að auka orku hvaðan kemur þessu orka? Dopamine in your head þannig ég er búin að hlusta á Andrew Huberman ég er búin að, eins og ég segi ég er búin að hugsa og skoða og lesa og fræða mig allt af hverju, ég meina trú losar dopamine ef þú trúir einhverju þá fer dopamine skot, þá fer orku og það er ekkert annað en gagnlegt, ekki satt? Og saman með að biðja þetta er bara the secret ef þú horfir á the secret, hvað er the secret? Þetta trúa því að góður hluti muni gerast og þetta var þakkláttur fyrir það sem þú gerir þannig erum við mögulega líka að tala bara eitthvað svona skammtafræði lögmál sem við erum ekki ennþá fannir að sjá nákvæmlega, og ég meina trú og skammtanafræði er bara í dag þegar við deilið í raun og ekki munin hvort er hvað sjáum hvað við erum eftir 10 ár akkurat, þannig já geggjað, mér finnst þetta geggjað eitt inn í lokin sem ég langar að koma inn á og hérna það hefur með við tölum í byrjun það er þessi, þú talar að vera stimplaður sem kvennhatari og mjög snemma í prósessnum sko. já, algjörlega mjög snemma og þetta var svona, þetta eru skrýtni tímar hann sko. Og ég hef náttúrulega alveg í minni neyslu brotið á stelpum og hérna hef gert hluti í hérna ég hef bæði verið þolandi og ég hef verið gerandi í veikum samböndum þar sem að neysla og rugl og andlegt ójafnvægi er bara algjörlega ráðandi því ég spyr því ég sá núna þegar kom svona ákveðið sequel af Me Too í kjölfar á þessari Sölva episóda sem komu þá birtur þú pistil hérna á síðunniðinni 8. maí þar sem að þú ferði yfir þessi atrið og allt svo bæði sem þolandi og sem gerandi og ég veit reynda að meina það að gerandi er í rauninni að sjálfum sér orðin þolandi þú veist, því að þú ert orðið fórnarlamb í rauninni eigin gjörða því þú sleppur aldrei, ég slepp aldrei undan því karma þannig að þú útlistar í rauninni, þú veist þessu hvernig þú hefur beitt ofbeldi, hvernig þú hefur beitt ofbeldi tilfinningarlegt eða kynferðislegt og svo framvegis en hvernig hefur þér og líka þú talar þú sett ennþá með henni stimpil á þessum kvennhatari þetta er ekki eitthvað bömmur eða maður svo það ekki hvernig hefur þér tekist eða ertu búin að því telur að hreinsa fortíðina, hún heiluð? Ertu búin að gera allt sem þú getur til þess að fara inn í þetta og heila í rauninni eða gera allt sem þú getur til þess að heila þessi sár? Ég hef allavega, það sem ég hef gert ég tekið ábyrgð og ég hef reynt að taka ábyrgð á mínum hluta það að fyrirgefa sjálfum sér og fyrirgefa öðrum jafnvel þegar aðrir taka ekki ábyrgð og það er svona einhliða sagt að þú sért svona og svona og svo er kannski 60-70% að þið sagt en 30% ígjur það er rosa erfitt að því að mæta því að því þú vilt líka ekki gera lítið úr upplifun af því það er 60-70% rétt og það er svo erfitt að ætla að fara að segja bara já en ég gerði þetta ekki þú veist, þetta þannig er lygi og eins og þegar það var sagt eins og þegar ég byrjaði strax að fara bara strax að alla mínu fyrirverandi og biðast afsökunar það var bara fyrsta sem ég gerði en svo í október, ég verið edru í maí í október þá kemur fréttin á stundin sem bara kolröng þar sem er bara sagt að ég hafi ekki beðist afsökunar og það er bara rangt og það er bara lygi og það er ógeðslega erfitt að heila þegar það er að halda áfram þú veist, að því til þess að þú í raun og veru ég meina bara síðast bara núna daginn þá var einhverju podcasti hjá okkur Diltin og góða systir og það var bara einhver heitur ræða það ég mætti ekki tala OnlyFans ég mætti ekki hafa skoðun og ég meina eina sem kemur fram í þeim þætti er það að mér finnst að allir eigi geta gert það sem þeir vilja þeir eru orðnir 18 ára en auðvitað ber að hafa í huga að maður eigi að passa sig að hugsa þetta langtíma og eitthvað svona bara svona mjög basic bara alls ekki. Þú ert að kynna þetta sem skoðun, þú ert ekki að kynna þetta sem staðreynd. Já, bara, ég segi það bara og ég tek það fram í þættinum að ég hafi, mér líði eins og ég megi ekki hafa skoðun yfir þessu. Af því að mín fortíð er lituð af því að ákveðin hópur
hafi ákveðið það að ég sé einhver bara kvennahatari, en ég er ekki álítin í dag kvennahatari, það er ekki það sem ég held, en ég held að þessi ákveðin hópur sem á mjög erfitt með að sleppa tökunum á því að ég hafi á engum tímapunkti verið kvennahatari, það er bara svona þeim vantar að ég sé vondikallinn, að ég hafi verið á móti feminísku eitthvað, ég bara jafnrétti sinni alla leið, og mér finnst bara mér finnst ekki að ég að vera neitt munur á kynjunum, mér finnst að kynin ég bara fá að gera nákvæmlega sama, það er bara að ég sé og bara öll kyn, þú veist, ef út í það er farið, þú veist, ég bara hef enga fordóma bara á neitt, bara engan, skilur, en það að vera portrayjaður sem einhvers konar típa eða sem eitthvað, að því ég skrifa eitthvað þegar ég var 23 ára, þú veist, bara steraður og vimaður, skilur, eitthvað þykist vera að funda á mínu eigin Facebooki, skilur, að það sé ennþá 9 árum seinna. Finnst þér finnst þér þú vera frjáls í dag? Hvað hvort þessu? Ég sjálfur? Já. Eða ertu svektur, ertu reiður, finnur þú gremjuð út af þessu? Mér finnst þér rosa leiðilegt að fólk hafi ranghugmyndir það hver ég er og hvernig ég er. Mér finnst það mjög leiðilegt, af því ég er, þegar á botninu kost people's pleaser, mér langar að öllum líki vel við mig, skilur, það er það sem mér langar, skilur, og það var aldrei ætlun mín, þú veist, og ég meina eins og það sem ég hef gert, þú veist, það var aldrei ætlun mín að vera vondur við einhvern, eftir og litið sé ég að ég hef varpað mínum eigin óöryggistilfinningum upp á annað fólk, látið að bitna öðru fólki, það var ekki ætlun á þeim tímapunkti, en eftir og litið þá get ég séð það, ég get ekki ábyrgð á því og ég get verið sorry yfir því og ég get reynt að bæta upp fyrir það sem ég hef náttúrulega gert, ég meina, þú veist, ég held úti, þú veist, ég er búin að vinna núna nánast í 2 ár með Það er von, þar sem ég tala við hvern sem þarfnast þess, allir sem senda skilaboð fá svar, skilur, þú veist, ég reyna að vera til staðar fyrir alla og þetta er mjög mikil vinna og bara, þú veist, bara svona, til þess að gefa ykkur dæmi, þú veist, áður við fengum fíkniráðgjafa, skilur, þú veist, þá vorum við með yfir, sko, á 1,5 ári minni með að hafi verið yfir 800 samtöl, þú veist, sem að ég einn var að eiga, þú veist, það sem ég var að reyna, þú veist, sem sagt, Það er von, þið komið með fíkniráðgjafa í rauninni bara í vinnu? Já. Bara við að taka á móti skilaboðum frá fólki. Símtöl, hún er með ráðgjafaviðtöl, hún er með símaviðtöl og hérna, þú veist, og meina í hver skipti sem að einhver vill að ég tali, þú veist, út frá því að reyna að vera, þú veist, fyrirmynd að hafa farið í gegnum eitthvað, þú veist, og geta sýnt eitthvað, þá bara segi ég já, en ég er ekki fagaðili, skilur, þú veist, en ég get bara að miðla minni eigin reynslu með þeim hætti að reyna að segja fólki bara hvað góðu gildi ég hef tilengað með til að líða vel í dag. Þú veist, ekki sem fíkniráðgjafi, heldur bara sem reynslueinstaklingur og hérna, en við fengum Tinnu sem framkvæmdastjóra og ég er í raun og ég sit bara í stjórn og ég er náttúrulega bara góður að pikka, skilur, og ábyrjandi á samfélagsmiðlum, en það er vonir orðið góðgerðarfélag og það var stofnað góðgerðarfélag vegna þess að við vorum með, sko, kostnað, þú veist, við vorum að hjálpa fólki að komast inn í meðferðir og við vorum að hjálpa og við hjálpum þannig að fullt af fólki hann til að byrja með, vorum með starterpakka, tannbusta, nærbuxur, þú veist, og þvottapoka og eitthvað svona litla hluti sem maður, þú veist, þegar maður er alveg tjónaður á því og, þú veist, maður er vantar og við vorum að borga gistiheimili, við vorum að koma fyrir, gefa þeim eitthvað svona smá svona, þú veist, push á þeim og svo labbitúrar af undir og svona, þú veist, ég var að taka fólk bara með mér og eitthvað og mikið af fólki sem við hjálpum þá er ennþá eitur í dag en þetta var svo kostnaðsamt að borga gistiheimili, þú veist, það er náttúrulega bara mókdýrt þannig að við stofnum góðgerðarfélag í kringum þetta og við buðum fólki að ef það vildi að sjá okkur halda áfram að veita þessa þjónustu þá geti það lagt inn og það er von og við myndum halda áfram að gera þetta en svo var náttúrulega bara, þú veist, fullt af fólki sem fór á stað og hélt að við værum bara mókin milljónum, þú veist, og hélt bara að við værum bara græða geggja og ég væri bara að borga mér einhver laun, þú veist, ég hef aldrei borgað mér laun, bara ekki aldrei, ekki krónu, skilur, það er von borga bara kostnað fyrir alla það, allt sem er í gangi fyrir það er von, þú veist, hýsing og lén og þú veist, og eitthvað svona, bara eitthvað svona basic hlutir. Og þannig að það var ekki mikið af fólki sem var eitthvað trista, það er von, bara eitthvað gaur sem er nýorðin edrú, bara eitthvað, hann er örugglega bara ekkert að Hvernig var það að klífa það fjall? Að fara út og svo ferði í skólan og þú ert hvað búin að edrú í nokkra mánuði þegar þú ferði að halda fyrirlestra og svoleiðis? Já, ég fór í 2 fyrirlestra, Höfni Hornafirði og svo hérna í Borgarholtsskóla. Hvað varstu búin að vera edrú lengi þá?
þá er ég búin að vera edru í 3 eða 4 mánuði. En finnst þér ég nú ekki neina fíknisögu og þekkit ekki eins og þið sko, en finnst þér vera tilbúin að axla þessa ábyrgð sko, nýkomin og meðferð sko, já, ég ætla og finnst þú búin að vera í Tony Robbins og öllu og fullu og passa sko, það sem að svo glærukynning sem ég bjóð til ég sendi hana bara undan mér og lét kennara bara yfirfara og skort að þessi glærukynning væri, það er enga myndir en einum efnum, þetta er ekki hérna Hlynur story, heldur heiðarleiki, einlægni, power of hérna, sjálfsþróun, hvað erum við að gera á tilfinningarlegu hliðarnar, hvað get ég gert til þess að takast á við tilfinningar í stað þess að ætla að nota einhver efni eða og hvaða þróun þessi efni geta leitt til, útskýra fyrir þeim hvernig þróun fíknar og hvernig það þróast, bara fíknin, ekki hvaða efni gerir hvað eða hvaða aukaáhrifin verða þessu, ekki gera þetta, ekki gera hitt, alls ekkert þannig, heldur bara frá þessu svona sjónarmiði að hérna, okkur gæti jafnvel upplifa það að þetta sé að gera okkur gott ef við erum kannski feimin og við drekkum áfengi, þá höldum við kannski að þetta sé að gera ekki að góða hluti fyrir okkur, en það er varúðarmerki vegna þess að það getur orðið til þess að við verðum háð og svona alls konar element þarna. Var ég tilbúin 3 mánaða edru til þess að fara með þessa fyrirlestra? Nei, örugglega ekki. Þetta er nefnilega svo að því að ég man bara þegar maður var 8., 9., 10. bekk og þegar þú ert að koma með fórnastarf og annað, krakkar hugsa ekki eins sko. Nei, ég veit. Og það er svo, þetta er cool, þessi er cool, Hlynur er geðveikt cool, skilju. Og þá fara það að glamúra sér eins og varst að tala áðan, sko, ákveðna hluti og þá allt í einu er þetta orðið svona tvíeggja sverð, sko. Það er það sem fólk eru örugglega hrætt við, sko. Það sem ég tók alltaf fram í þessi 2 skipti sem fór, það var það að ég tók fram ef þið finnst ég cool að geta tala svona eins og ég er að gera núna og þið finnst þetta geggjað, mundu þá að ég byrjaði 24. Einmitt. Já, það er góð punktur. Mundu það, ég tók 24. Þannig ef þú þetta er náttúrulega bara ákveðin nálgun og ég sé það, þetta er náttúrulega bara þín nálgun. Þú veist, ef þú ert að díla til dæmis eins og með A-samtökin, þá ertu með í rauninni ákveðnar erfðavinnu sem að í rauninni A-félagar í rauninni reyna að fylgja á, það snýst í rauninni aðlöðun en ekki áróður. Það snýr að nafnleynd út á við, út í samfélagi, hvort sem fréttamiðlar og annað. Þannig að sem A-maður þá er hann ekki aðstöðu til þess að framkvæma þessa aðgerð, sko. Þetta er alltaf þessi nálgun, það er fólk þú pósta myndum skilur og náttúrulega með vilja fólks og annað virkar þetta kannski bara meira hvetjandi fyrir fólk en annað að setja sig út í kosmósið og sko bara, þetta snýst sko skömm, þetta snýst það þegar þú ert búin að þróa með fíkn, þú ert oftast búin að gera hluti sem þú sérð eftir og oftast ef fólk er búið að fara í meðferð þú fer enginn í meðferð nema vegna þess að hann fucking þarf þess skilur og þá oftast ertu búin að brjóta þín eigin gildi og brjóta oftast gildin hjá einhverjum öðrum, þú ert búin að særa einhvern og þú ert búin að gera eitthvað sem þú sérð eftir Málega það er fylgifiskur af því að þróa fíkn. Það er partur af því og málega það, þú veist, að lifa ekki í skömminni, að vera séður og heyrður, samþyktur af samfélaginu, það er pælingin. Við settum okkur ekki út fyrir það að vera meðferðarstöð eða hjálpa fólki fyrir að vera meðferð. Við erum ekkert í því. Og það stendur ekki til? Nei, okkur langar að opna áfangaheimili með svona algjöru heildrænni bara þú veist, virkniúrræði og alls konar sko. Við höfum sett það líka og það er von að sína svona þú veist að gefa fólki raunverulegt annað tækifæri þar sem að getur bæði fengið hjálp fagaðala, fólk með reynslu fengið sálfræði aðstoð skilur og fjölskyldu þú veist til þess að tengja fjölskylduna aftur með hjálp fagaðala skilur þú veist og gera þetta svona aðeins meira heildrænt, vera með virkniúrræði þar sem fólk hefur eitthvað að gera, það er ekki bara að bíða á milli funda, skilur heldur eitthvað sem að eykur sjálfsvirðingunni og sjálfstrausti og þú hefur einhverja hæfni til þess að gera eitthvað þú veist, þú ert ekki bara að bíða eftir næsta fundi skilur þú fara að gera eitthvað og aðeins að bara, þú veist, opna það þú veist, að við þurfum ekki að skammast okkar þú veist, við þurfum ekki að lifa í skömm þú veist, það er vissulega að axla ábyrgð á því sem maður hefur gert það skömm er ótti við það að aðrir komast að einhverjum þig sem gerir þig óverðugan að ást það er skömm er ótti við það að vera hafnað Já, algjörlega en er þetta ekki ótti við að vera séður fyrir það sem þú raunverulega ert sem þýðir að ég er ekki búin að hreinsa almennilega til því ef ég er búin að hreinsa til þá stend ég hreinn sko. Sama hvað
Já, en það breytir samt ekki hvað öðru fólki mun finnast það. Nei, og ótti þinn hvað það mun finnast það. Þótt að þú sért í fullri sátt með að hafa gert það sem þú hefur gert, þá breytir það ekki að þú getur samt verið með ótti við því að aðri sjáu það ekki eins og þú. Já, það valid. Já. Og það bara óttin við það að aðrir munir horfa á þig og dæma þig og útskúfa þér. Það er skömm. Af því að ef þú ert óverðugur ástar vegna einhver sem þú gerðir, það er skömm, þú skammast þín þá. Eftirsjá allt annað. Eftirsjá þegar þú sérð eftir einhverju, þú sérð eftir að hafa gert eitthvað. Skömm óttin við það að einhver annar komast að því og hafni þér eða geri þig óverðugan. Þannig að við viljum minnka þá tilfinningu að því að flest allir sem þróa með þessi fíkt þeir gera hluti skilur sem að sér eftir já, og það er allt í lagi að vera með eftirsjá að því þú getur bætt upp fyrir það en að lifa í skömm, það er allt annað að því þá ertu alltaf, þá getur ekki verið að því að þú getur ekki verið fyrir framan alla ertu þá raunverulega fattar þau? Að því eins og ég get verið, ég er bara nákvæmlega eins og ég er hér fyrir framan þetta dæmi hérna eins og ég myndi vera alls þar annars þar það er bara nákvæmlega hvernig ég er og málið það ég bara sett allt mitt út og veit það bara allir hver ég er auðvitað getur það verið óþægilegt oft skilur, veist, það getur verið það en þegar á botninu er kolt það er bara allt upp á borðinu og þá bara, veist og ég hef lært að vera bara í sátt með það ég skilaði kláminu mínum daginn ég skilaði eins hátt og ég gat á íslensku broadcastaði því samfélagsmiðla, fjölmiðla fór í viðtöl og veist hvað gerðist? Hvað? Fórst ára á klám ég hef verið í klám neyslu mismikilli og síðustu ára ekkert mjög mikilli en síðan ég var 10 ára já, skilur hvað við? Algengt. Ég fer að skoða í rauninni mína kynhegðun og hvernig ég er í samskipti við konur og hvernig ég er í samskipti við hána og transa og samkynhneigða og allt þetta og því alltaf er þessi kallfretólkur sem kemur upp þegar að feminismi kemur upp og allt þetta og MeToo annað en ég sá þetta á klámið blastaði þessu drasli ég sagði stopp og sko gerðist samstundis hættir það tekið frá mér og ég líði fucking ekki sko ég var einn heima síðust ekki 4 daga að þú hættir að lifa í skömm ég skilaði þessu og þetta var fyrir mér sko þá var þetta bara 15 spor á sterum sko og þetta var svo þetta er bara tekið frá mér og ég segi það hvarflar ekki eins og aðrir sko ég var einn heima í 4 daga núna bara heima hvað gera gamli kalla þá allt er orkað að gera fullt happy hour skilur hugmyndin kom ekki þetta er geggjastöf þannig að ég tengi við þetta en þarna sérðu, hvað gerður í raunverulega? Hvað er raunverulega gerður? Þú tókst ábyrgð á sjálfum þér þú tókst ábyrgð á því sem þú gerðir þú sýndir heiminum það og hvað gerði heimurinn? Þú veist, hann hafnaði þér ekki nei og hvað gerðist þá? Af því þú hélst örugglega einhvers staðar innra með þér að hann myndi gera það af hverju varstu ekki búin að segja það fyrir en þarna? Já, það var aðalega út af því allavega í þessu tilfelli að ég sá þetta ekki en ákveð þetta var búið að vera hluti af mínu lífi svo lengi og þetta var ekki búið að vera það afgerandi faktor í mörg ár sko en ég bara sá ekki hvað þessi litla eind því þetta er eind hversu víðamikil áhrif hún gat haft sko skilur hvað við? Og svo erum við með alls konar svona litlar eindir út allt sko ég vil meina það sko klám er hugbreytandi það er það enda líkt ég því í mínum skrifum og mínum viðtölum sem dóp sko akkurat þetta er kallað bara sko visual bara crack cocaine sko þetta kallað núti sko þetta losar dopamin í heilanum maður en hefði það skipt máli eins og hana ég hugsa ég fylgist oft hann er svolítið spesan kunnar sko það skrifa á svona sko nei skilju ef þú tekið þessu ákvörðun í einrúmi bara eitt með sjálfur uppi ég hef oft gert það með klámi og virkaði það bara aldrei nei ég hef meira sæl líka tekið hann og hringt í einn mann það virkaði heldur ekki nei skil þess að máli sko þar maður þá það beisum bara með ykkur virkar þá bara að blasta öll út í kosmosi til þess að ná þetta er bara nákvæmlega það sem hann er að segja ég þurfti bara að vera tilbúinn til þess að vera allsber og til þess að standa allsber
algjörlega án fyrirfram ákveðina hugmyndum hvað myndi koma. Það var drullu erfitt og ég var í tætlum. Ég vissi ekkert hvað myndi koma úr þessu og ég óttaðist álit annar, ég óttaðist hvað fjölskyldunum minni myndi finnast og by the way, það var bara, ég fekk bara silent treatment eftir þetta í einhverja dag og enginn hefur talað þetta sko. Ég er bara mjög awkward, skilur. En fattur, það er bara að berskjalda sig. Og þá umturnaru og þá skilaru þessari skömm sko. Sko, ég er mikill aðdáandi Brené Brown, The Power of Vulnerability. Já, einmitt. Það er, hún talar mjög mikið það, ég mæli með bara það er einmitt. Brené Brown. Powerið í það að vera bara vulnerable. Já, einmitt. Berskjaldaður. Það er, og ég, veist, eins og ég segi, sko, það var eitt af því sem ég tók með mér inn í það það var það að ég hlustaði mikið Brené Brown og hennar nálgun á að berskjalda sig og hvað það áhrif það getur haft á aðra. Af því þegar ég berskjalda mig, þá auðveldar það þér að berskjalda þig. Af því þú verður fyrir áhrifum af því að ég geri það. Að þá verður þú fyrir áhrifum að ég hef, ég þora að taka þetta skref og segja hluti sem að eru bara jafnvel ekkert alltaf sagður. Skilu, ef ég segi þá gefur það þér svigrúm til þess að jafnvel fylgja mér aðeins eftir og segja hluti sem þig langar að segja. Já, það gerir það líka verkum, ég hætti að vera ignorant sko. Því sko ignorance er bliss sko. Veist, og ef ég veit ekki að klá mér eitthvað þá held ég það áfram sko. Já, klálega. En var hann eitt hérna, ég manna núna þetta með njálgin sko. Málið er að ég bjó í Danmörku í 14 ár og þar var alltaf njálgur sko. Það var allir með njálg. Ég veit ekki eins og hvað njálgur er. Njálgur, þetta er börnuorm á dönsku, en þetta er njálgur. Þetta er svona lítið strik sem er yfirleitt í rassinum á börnum. Þetta er ormur bara rassinum. Já, en úti eru bara treatment center fyrir þetta. Það er allir með njálg allstað. Þegar þú kemur inn í leikskóla í Danmörku, það er bara börnuorm, það er bara njálgur. Og það er bara njálgur út allt. Og það er þetta mitt líka, ég berskjaldaði mig gagnvart njálginum, því það er svo mikið skömm gagnvart þessu. Og það talaði á Íslandi að það eru bara 20% af njálgtilfellum sem eru tilkynnt. Þetta er bara svona, ekki hringja og láta vita. Það er svo mikið skömm, því þetta er eitthvað með rassin að gera. Já, nágranninn kom til okkur daginn, alveg niður brotin. Þá var stelpan hefur með njálg. Og þá var ég nýbúinn að hlusta njálgsögur frá þér og tala njálgi bara heilt á. Já, því ég er að skila þessari skömm. En ég kom með kenningu sem ég varpaði á Facebook og var svolítið svona dæmdur fyrir það. Og kenningi mín var svo að í Danmörku er allir með njálg en það er engin með ADHD. Svo kem ég til Íslands 2014. Engin með njálg en allir með ADHD. Þannig að kenningi mín var svo að það hefur verið að misgreina fólk á Íslandi með ofvirkni og athyglisbrest þegar að fólk er bara með króníska njálg. Þannig að bara ljós og límband, hún nærði ekki honum í límbandi. Kíkja á kvöldin. Já, ég er bara, ekkert í þessari dild sko. En þetta bara kom allt í hennu, sorry. Ánægður með þess. Já, einmitt. En ég er eiginlega bara búinn. Þetta er búið að vera mjög langt, upplýsandi og gefandi, virkilega flott viðtal við þig sko. Já, takk fyrir það. Þú er búin að tala alveg brjálæðslega mikið, en mér hefur aldrei leiðst eða fundist erfitt að hlusta á þig. Það er gott. Og þannig að þetta búið að vera virkilega gefandi. Ég ætla að segja fyrir mitt leyti. Já, þetta er sammála. Er það ekki? Ertu með eitthvað? Nei, ég er nú alveg bara að hlusta á einhverjum að skeggraða eiturmennskuna og svona sko. Ég var eiginlega bara að byrja nýstu svo ég geti verið með þetta nokkur átt. Já, þú kemur alltaf bara á fjöllum. Nei, alls ekki sko, ég er vel kynnst svo, ég bara er ekki alkohólist. Vertu bara og ég er bara mjög fegin. Ég ætla bara að segja þér, vertu bara mjög fegin. Já. Gott CBD er gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna er gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið.